Búinn. Ljómandi. Ég bið ykkur velkomin til þessa 667. fundar bæjarstjórnar og segi fund settan. Það eru 15 mál á dagskrá, það eru 7 fundagerðir til staðfestingar og 8 til kynningar. Fyrsta mál á dagskrá er fundagerð bæjaráðs frá 3. mars sem var 1249. fundur. En já, það var eitt sem við ætluðum að taka fyrir hérna í upphafi fundar. Steinunn, gjörðu svo vel. Og ég sem stefnir frá þessu. Já, gjörðu svo vel. Skipulagsnefnd? Er það ekki bara líka nokkuð að Við töluðum að gera því upphafi. Já, ég ætlaði bara að láta vita að lýsa við vanhæfni minni þegar við tökum fyrir mál, númer, nú fyrir að finna númer að þessu. Já, það, nei, þú veist ekki. Skipulagsnefnd Selholt. Þar sem ég er eigandi stórsögu, þannig að það er víkja fundi og það verður umræður það eftir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ég er nú að tala á svipuðum nótum og síðast ræðumaður vegna þess að það tengist fundagerð skipulagsnefndar 408, máli 1 og 2. Ég vek að fundi á nefndarfundinum vanhæfis og ég tel rétt að ég víkja fundi ef það verður umræða þessi 2 mál hér á eftir. Takk fyrir þetta. Þá víkjum við að bæjarráðsfundagerðinni sem var 3. mars og var 1249. fundur og Bryndís hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og kæru bæjarfulltrúar, mér langaði nú að taka örstutt til máls lið númer 13 sem er þingsályktun Laxnessetur á Gljúfrasteini í Mosfellsbæ, en mest langaði mér nú að tala lið númer 14 sem er þjónustukonum sveitarfélaga 2015. Forseti, á ég að gera þetta í tvennu lagi eða taka þetta saman? Bara hann kannski rétt að verður eitthvað frekar umræða gæti orðið bæði mál að taka þessi ykkur leið. Já, forseti, þá ætlum ég bara að byrja hérna í lið númer 13 sem var umsókn okkar þingsályktun Laxnessetur á Gljúfrasteini í Mosfellsbæ og mér minnir nú að við höfum reyndar rætt þetta aðeins á síðasta fundi þá hvort það var einhver fundagerð sem lá fyrir þá en hér hefur allavega verið þverpólitísk samstæða um það að fagna mjög þessari þingsályktunartillögu og við samþykktum þarna bókun í bæjarráði með leyfi forseta þar sem við segjum Mosfellsbær styður heilsugar við hugmyndir uppbyggingu menningarhús Laxnessetur á Gljúfrasteini í Mosfellsbæ. Sveitarfélagið hefur frá upphafi tekið umleitunum og hugmyndum uppbyggingu á Gljúfrasteini fagnandi og eru miklu möguleikar á að gera betur þar. Ævistarf Halldórs Laxness er dýrmætur þjóðararfur og ber að standa vörð hann. Mosfellsbær tekur þátt í því með því að minnast Halldórs Laxness með margvíslegum hætti í menningarlífi bæjarins á ári hverju. Svo fórum við yfir að Mosfellsdalurinn hefur ákveðna sérstöðu í sögulegu og menningarlegu tilliti og við hvetjum til þess að þessi sérstæða verði gerð aðgengileg og sýnileg fyrir bæði heimamönnum og gestum. Alhliða menningarsetur þar sem verður lögð áherslu á bókmenntir og rannsóknir ásamt umgjörðum ævi og starf Nóbelsskáldsins stuðli að því og væri bæði jákvæð og æskileg nálgun. Og ég fagna því mjög að þessi þingsályktunartillaga sé komin fram og við sameinuðumst öll þessa bókun og þróunar- og ferðamálanefndin hafði fjallað sérstaklega þetta mál hjá sér og bókaði með sambærilegum hætti. Þannig að mér langaði nú bara að vekja athygli á þessu hér og segja hversu brýnt og áhugavert þetta verkefni er og vonandi að þessi þingsályktunartillaga verði samþykkt og það verði hafist handa við að skipuleggja það með hvað hætti væri hægt að byggja þarna frekar upp. Því eins og við þekkjum vel að þá er þetta glæsilegt safn þarna Gljúfrasteini en það stendur til dæmis núna lokað þessa dagana og verður lokað alveg fram á sumar þar sem að nú eru viðhaldsverkefni í gangi á safninu. Húsið eru auðvitað komið til ára sinna og það er auðvitað mjög bagalegt fyrir svona safn að þurfa að loka algjörlega og starfsmenn hafa þurft að leita annað. Við höfum reyndar hýst þau hérna niður í bókasafninu okkar og ég veit að eru þakklátt fyrir það og það samstarf gengur vel. En það væri auðvitað æskilegt að þarna væri svona einhver móttökustaður þar sem hægt var að taka á móti ferðamönnum þrátt fyrir það að verið sé að standa í viðhaldi
og starfsmenn safnsins hafa líka bent okkur á það að mjög erfitt að taka á móti ferðamönnum þarna. Leið og það komin ein rúta þá húsið að sjálfsögðu fullt. Þetta bara lítið íbúðarhús og því væri auðvitað æskilegt að þetta væri svona stærra og meira og auðveldara að taka á móti ferðamönnum. Þannig að já, ég fagna þessu mjög. Sigrún, gjör svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem hér fram líka undir sama máli og Bryndís. Það þingsályktunartillögu Laxnesssetur og við í íbúðarhreyfingunni höfum verið að velta því fyrir okkur hvort að Mosfellsbær gæti ekki stutt frekar við bakið á þessari þingsályktunartillögu með því að hefja vinnu við það að meta hver aðkoma sveitarfélagsins verður að uppbyggingunni á Gljúfrasteini. Það væri stuðningur, hugsa ég, fyrir þingið og það myndi ýta undir að þessi tillaga yrði samþykkt ef að sveitarfélagi gerði aðeins betur grein fyrir sinni aðkomu að þessu verkefni. Nú er það svo að sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu standa straum af kostnaði við menningarhús, söfn, hitt og þetta eða taka allavega þátt í því að standa straum af kostnaði við það og það væri bara forvitnilegt að vita vegna þess að þetta er náttúrulega mjög lítill málaflokkur svona miðað við það sem að önnur sveitarfélög að fást við í Mosfellsbæ, þá væri bara mjög gott að tel ég að hefja einhverja undirbúningsvinnu þannig að við getum stutt við bakið á þinginu í þessu máli. Ólafur Ingi Gjörsson. Forseti, ég vil nú taka undir þau orð sem að hér hafa komið fram, sérstaklega í máli Bryndísar Haraldsdóttur. Þetta er löngu tímabært, þetta er búið að vera dálítið lengi á döfinni að hefja þarna einhverja framkvæmdir til þess að styrkja þetta safn sem er húsnæði Halldórs Laxness og það stendur náttúrulega okkur það mjög nærri að stuðla að framgangi þessa máls og reyndar finnst mér að mörgu leyti að við gætum nú gert betur. Ég ætla nú ekki að fara eins og sem að diskutera mikið varðandi aðkoma okkar að væntanlegu þjónustubyggingu þarna sem að vonandi verður sem fyrst. En á ýmsan annan hátt finnst mér kannski vanta dálítið hér í sveitarfélagið að við minnumst skáldsins hér á fleiri vegu og það mætti nú kannski sjá þess, við getum kannski komið því fyrir í svona hlutum eins og bæjarhátíðinni og hafa kannski annað þó nafnið á bæjarhátíðinni sem komið frá Halldóri Laxness og þá held ég að við getum gert enn betur í þeim efnum og tengja okkur meira við Nóbelsskáldið. En að öðru leyti vil ég bara taka undir þetta. Ég vona að þetta mál fái góðan framgöngu hjá Alþingi og þessar framkvæmdir hefjast mjög fljótlega. Takk fyrir. Haraldur Gjörsson. Já, forseti, vegna þessa máls þingsályktunartillaga Laxnesssetur og menningarhús á Gljúfrasteini og sérstaklega vegna orða bæjarfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar. Þá vildi ég nú bara upplýsa hana, ég gerum ráð fyrir aðrir séu meðvitaðir það hér í bæjarstjórn að það hefur þegar átt sér stað slík vinna. Hún átt sér stað í stefnumótun verðandi þetta verkefni og voru hér þáttakendur í Mosfellsbær, þá var það mennta- og menningarmálaráðuneytið, forsætisráðuneytið, fjölskylda Halldórs Laxness á Gljúfrasteini, safnið sjálft og starfsfólk þess, framkvæmdastjóri, stjórn þess og örugglega fleiri aðilar. En það var unnið mjög mikil vinna í kringum þetta hérna fyrir nokkrum árum síðan og meðal annars skilgreint þar svona hugmyndir af því hvernig Mosfellsbær gæti komið inn í þetta verkefni.
Ég var þáttakandi í þeirri vinnu sem bæjarstjóri. Það voru fleiri bæjarfulltrúar þá, fulltrúar og menningarmála Mosfellsbæjar sem þetta gerði. Þetta var bæði undirbúningsvinna sem átti sér stað svona af hálfu ráðgjafafyrirtækis og stjórn safnsins og starfsfólki þess, og svo 2 daga vinnufundur. Út úr því kom heilmikil skýrsla. Ég ráðlegg ykkur þeim sem ekki hafa lesið hana og sé að herri það að fulltrúi íbúðarhreyfingar hefur gera það. Ég vildi líka upplýsa það að ég var kallaður fyrir þingnefndina sem hefur með þetta mál að gera. Það sé að allsherjar- og menntamálanefnd ásamt öðrum umsagnaraðilum sem hefur gefið umsagnir þessa þingsályktunartillögu. Það voru sem sagt stjórn Gljúfrasteins, það var hollvinasamtök Gljúfrasteins, það var framkvæmdastjóri safnsins og fulltrúi starfsfólksins sem þar mættu. Og þar var mjög mikil einhugur hjá þeim sem þar töluðu nauðsyn þess að byggja upp aðstöðu á þessum stað. Þar fór ég meðal annars yfir þessa ásamt fleirum, því að allir sem þarna töluðu þessa stefnumótunarvinnu. Ég fór sérstaklega yfir hana fyrir þingnefndinni og hvatti við þeim til að nota hana og leggja hana til grundvallar afstöðu sinni hvað varðar þessa þingsályktunartillögu. Þannig að ég ligg nú svo á að það verkefni sem að bæjarfulltrúinn var hér að auglýsa eftir að gert yrði, að því sé þegar lokið. Sigrún Björnsvöll. Já, ágæti oddviti D-lista og bæjarstjóri Haraldur Sverrisson. Nei, fyrirgefðu ágæti forseti, fyrirgefðu. Ætlaði ég nú að segja, og ágæti bæjarstjóri náttúrulega líka. En nú er það svo að þetta skjal sem að þú ert að vitna til, Haraldur, það fylgdi ekki þessu máli. Mér hefði nú fundist eðlilegt að gerði það fylgdi málinu. Þá hefðu nýjir bæjarfulltrúar fengið tækifæri til að kynna sér þetta betur. Mér langar, af því að þetta er nú ekki með í fylgigögnu, þá langar mig að byrja því í stuttum orðum að gera grein fyrir því hver aðkoma, og sérstaklega hvað fjárhagsliðina varðar, hver aðkoma Mosfellsbæjar verður að þessu verkefni. Haraldur Björnsvöll. Ég tiltók það hér áðan að hérna væri stefnumótun að ræða, það hafa engar ákvarðanir verið teknar, en svo undirbúningsvinna sem var að auglýst hér eftir, hún hefur átt sér stað. Hún átti sér stað hérna þessum tímabili sem ég sagði. Ég er nú ekki með þessa stefnumótunarvinnu í nákvæmlega kollinum, orð fyrir orð, ég las hann ekki í gær, en hún fjallar í stóru dráttur nauðsyn þess og skynsemi þess að byggja upp aðstöðu, móttökuhús og aðra aðstöðu fyrir þetta safn. Skilgreinir ágætlega markmið þess og hvað það þurfi til þess að það sé hægt að byggja það upp með öflugri hætti heldur en hefur verið. Takmarkandi þátturinn í þess að þetta safn geti stækkað og dafnað er húsnæðismál, og í dag eru gestir á safninu á hverju ári einhvers staðar kringum 6.000–7.000 og því miður er ekki aðstæða til að taka á móti fleirum vegna þess að aðstæða eða móttöku aðstæða er ekki fyrir hendi. Í þessari stefnumótunarskýrslu er gert ráð fyrir því að þetta móttökuhús og Laxnesssetur rísi gegnt Gljúfrasteini hinum megin Köldukvíslar, og þar liggur fyrir svona skipulagsuppdráttur sem hluti af þessari stefnumótunarvinnu og svona skilgreint hver rýmisþörfin gæti verið í svona húsi, og var líka lagður á þeim tíma kostnaðar, svona gróf kostnaðargreining á þeirri framkvæmd.
Hvað var það Mosfellsbæ, að þá var það innlegg Mosfellsbæjar á þeim tíma fyrst og fremst það að bærinn hefur áhuga og hefur raun og veru sett sér það sem markmið, ekki bara hvað var þetta tiltekna verkefni, heldur það að halda nafni Nóbelsskálsins á lofti, að búa til aðstöðu fyrir Laxnesssetur. Það var eitt af því sem að var gert hér þegar að á 100 ára afmælisárstíð skáldsins, segir maður rétt, það var ákvörðun bæjarstjórnar á þeim tíma, og sú hugmynd var þá færð inn á þennan stað, og bærinn á töluvert af munum sem eru með öðrum hætti úr ævi skáldsins, sem bærinn hefur engan almennilegan stað fyrir. Svona geymt niður í hlégarði, en svona kannski flagga á tyllidögum einhverjum þeirra. Það var meðal annars horft til þess að það væri staður fyrir slíka munni, sem og að halda á lofti svona, hvað að segja, sagnahefð Mosfellsdalsins. Því að Mosfellsdalurinn sem slíkur merkilegur og hefur mjög langa sögu, allt frá landnámi, Egils saga á það rætur, og þar viljum við halda fram að gröf Egils hafi fundist, með skorti sumir, og silfur Egils einhvers staðar geymt í dalnum og hefur nú ekki fundist enn, kannski einhvern tímann, og það í þessari stefnumótu var svona svolítið skírskotað hafa til þess að tengja saman þessa árþúsunda sögu dalsins og svo Nóbelsskálsins með einum öðrum hætti, og þarna gæti Mosfellsbær þá komið á framfæri þessum hlutum á þessum stað í samstarfi við safnið og þá sem það reka. Á sínum tíma var svona nefnt svona sem kostnaðarþátttaka bæjarins, tölur sem voru einhvers staðar á bilinu 30 til 40 milljónir sem þátttöku bæjarfélagsins í slíkri byggingu. Með hvaða hætti það verður gert eða hvernig, það var hins vegar lág ekki fyrir vegna þess að það lág engin ákvörðun fyrir frekar en nú byggingu á svona húsi, og hefur ekki komist lengra en þetta. Fyrst náttúrulega að taka ákvörðun það að hálfu þess sem að fara með þennan málaflokk, það var sér ríkisvaldsins, að taka upp þetta verkefni með þessum hætti, og framhaldinu þá væntanlega sest niður með okkur og bænum, hans Mosfellsbæ, og svonalega að fari betur í gegnum. En þetta var svona umræðan sem átti sér stað á sínum tíma þetta, og frá því var greint hér í nefndum bæjarins, og ef maður rétt að vera því bara nokkuð góður rómur, vonandi skýrir þetta málið, forseti. Sigrún. Ég ætla að taka til málsins til öðru lið. Þá Bryndís næst. Ef það ekki fleiri sem vilja ræða 13. mál, þá Bryndís Gjörsvel varðandi 14. mál. Já, forseti, kjörbæði fulltrúar. Já, mér langaði líka að taka til máls undir lið nr. 14 sem þjónustukönnun sveitarfélaganna, könnun sem að Gallup hefur framkvæmt núna í allmörg ár og gefur svona góða innsýn í það hvar sveitarfélögin standa í samanburði við hvort annan í mismunandi þjónustu þáttum, og við vitum það öll sem hér erum við inni að það er ánægjulegt að sjá að Mosfellsbær kemur almennt vel út, og íbúar sem hér búa eru mjög ánægðir og stoltir af bænum sínum, og almennt komum við mjög vel út úr þessari könnun. Erum þarna í topp 3 sætunum þegar kemur að því með ánægju að búa í þessu sveitarfélagi, og svo spurt þarna út í leikskólana, grunnskólana, skipulagsmál, umhverfismál, sorphirðu og menningamál og ýmislegt fleira. Það var fjallað ágætlega þetta í bæjarblaðinu okkar Mosfellingi, og ég strax hefur verið hnipt í mig út á götu og fengið tölvupósta þar sem íbúar hafa greinilega verið að lesa þetta og virðast auðvitað vera ánægðir og stoltir með sitt sveitarfélag, sem bara mjög gott. Þannig að ég fagna mjög þessari könnun og held að hún sé til mikillar bóta fyrir okkur, en við eigum að sjálfsögða að nota hana vel. Og við höfum hingað til, og það kannski eitthvað sem okkur bara ljáðist að gera í bæjarráði þegar við fjölluðum þetta, að vísa þessu inn í nefndirnar.
Það hefð fyrir því að könnunin hefur farið inn í nefndirnar og þá hefur hver og ein nefnd verið að taka þann þjónustu þátt sem á undir viðkomandi nefnd. Þannig hefur til dæmis fjölskyldunefnd tekið bæði fyrir niðurstöðna varðandi málefni fatlaðra og málefni aldraðra. Og þegar eitthvað út af bregður, þegar við kannski erum að lækka í einhvern sem þarna í örfáum tilfellum, að þá kannski ástæða til þess að horfa aðeins inn í það og velta þá fyrir sér hvað það sem veldur. Í einhverju tilfellum kunnum við að hafa einhverja hugmynd hvað það öðrum ekki og þá spurning hvort að það þurfa að skoða það eitthvað frekar. Þannig að ég ætlaði nú bara að leggja til að forseti að við myndum vísa þessu inn í nefndirnar núna eftir umfjöllun hér því ég held að við höfum gagn af því og auðvitað hvet okkur til að nýta þessa könnun. Við ræddum það eins og bæjarráðsfundinum að maður oft þegar svona kemur fram þá koma annars konar vangaveltur og mann gjarnan vill vita eitthvað meira og í einhverju tilfellum getur við full ástæða til þess fyrir okkur að gera frekari könnun á einstaka liðum. Og þá held ég að kannski fagnefndirnar séu ágætlega til þess fallnar að ræða það og velta því fyrir sér. En ég held ég hafi ekki lengra að segja en bara virkilega ánægilegt að sjá að íbúar hér í Mosfellsbæ eru ánægðir að búa í þessu sveitarfélagi. Það liggur hér fyrir tillaga að þjónustukönnuninni verði vísað til nefnda og það náttúrulega þá umfjöllunarefni sem á við viðkomandi nefnd. Fleiri sem vilja ræða 14. mál, Sigrún Gjósvel. Já, forseti, ég tek líka til máls undir sama máli, þjónustukönnun. Það er númer 14, þjónustukönnun sveitarfélag 2015. Það er náttúrulega ánægilegt þegar að sveitarfélagi kemur almennt mjög vel út í svona könnun. Þetta er hins vegar mjög almennt. Hún er mjög almenn þessi könnun og hún tekur ekki á svona einstökum málum þannig að hún hefur ekki mikið svona fræðslugildi fyrir bæjaryfirvöld. Í þessari könnun það þannig að ef að einhver málaflokkur, ef einhver þjónusta fær undir eða fær 3,7 eða þar undir, þá eiga að klingja svona viðvörunarbjöllur hjá sveitarfélögum og þau skoða nánar hvað að. Og Bryndís kom náttúrulega aðeins inn á það hérna í sínu máli áðan að það væri fullt tilefni til að nefndirnar tækju þessi mál upp hjá sér og skoðuðu þau. Nú sem sagt, ég með tillögu frá íbúðarhreyfingunni varðandi þetta mál og ég ætla bara að lesa hana. Það sem sagt, íbúðarhreyfingin gera tillögu sinni að Mosfellsbær láti óháðan aðila kanna hvað það er nákvæmlega sem íbúar eru óánægðir með samkvæmt þjónustukönnun. Þótt sveitarfélagi komi vel út í heildina eru nokkur þjónustusvið sem gera það ekki. Í könnun Capacent hringja viðvörunarbjöllur þegar þjónusta fær einkunna 3,7 eða þar undir. Þjónusta við eldri borgara, barnafjölskyldur, fatlaða, einnig þjónusta bæjarskrifstofu og skipulagsmálin. Öll þessi mál falla undir þetta að vera með 3,7 eða þar fyrir neðan. Og bara mikilvægt að láta fagaðila af því að til að gera skoðanakönnun þarf fólk helst að hafa háskólapróf að finna skýringar á því og gera bara með faglegum hætti að rannsaka hvað er að. Þarna þarf virkilega að taka til hendinni en ég komin út fyrir tillöguna. Skólamál og menningamál eru rétt yfir þessu marki. Þau fá 3,8 í þessari könnu. Og rétt að skoða þau atriði þá líka. Það hlýtur að vera markmið svona kannana að þá úr því skorið hvað má bæta
og þess vegna ber íbúðarhreyfingin upp þessa tillögu. Sendur hann á Sigurð, þannig að takk. Ólafur Ingi Gjörsvöld. Forseti, ég kemur líka hérna upp undir 14. lið þjónustukonum sveitarfélaginu 2015. Ég tek undir að það vissulega frábært að fá staðfest með könnun að það sé gott uppbúið í Mosfellsbæ. Ég reynda vissi það fyrir og ég reikna með að hér hafa allir vitað það áður líka. Og þá svona velti með því fyrir sig hvort að þurfa að gera könnun sérstaklega til þess að komast að því. En af hverju gerum við svona kannanir? Það er að segja þjónustu og viðhorfskannanir. Ég vil þá gerum við það til þess að komast að einhverju sem við vissum ekki, hvort að eitthvað sem við getum gert betur, hvað er hægt að laga. Eins og bæjarfulltrúi Sigurður Pálsdóttir sagði hér áðan, þá er þessi könnun mjög almenn. Það er að segja að hún gefur okkur ekki einar upplýsingar til þess að vinna eftir, til þess að halda áfram með málið. Eina sem hún gefur svona almennt viðhorf, og það er nú mín reynsla því að hér er nú verið að tala um það að vísa þessu til nefnda bæjarins sem er bara hið besta mál. Ég hef nú setið í 2 nefndum hérna hjá Mosfellsbæ og í báðum hefur verið fjallað um þessa könnun, þjónustukönnun á undanförnum árum og yfirleitt á umræður því miður. Þær hef ekki verið neitt sérstakar vegna þess að það er eiginlega vantar eitthvað hvað á að taka á. Nefndirnar síðan hafi ekki neitt fjármagn til þess að segja, heyrðu, við viljum þá, ef við höfum komið eitthvað misjafnlega út, ef við höfum getað farið og sagt, nefndir getað sagt, já, ef við ekki að fara og skoða þetta aðeins betur og með ítalegri könnun, sem væri náttúrulega vissulega það sem það ætti að gera. Nú, það eru gerðar kannanir hér hjá ýmsum stofnunum bæjarins og margar bara ágættar. Ég held að þessum peningum mörglutu verið betur varið með því að styrkja þann þáttinn, þannig að grunnskólarnir og leikskólarnir og þjónustuverið og geti farið hver fyrir sig kannski ítalegri könnun og skoða viðhorf á raunverulegum notendum. Það sem er svona dálítið pirrað með þessu könnun er það að það er kannski verið að spyrja aðila ég vil bara segja fullorðið gamalt fólk og kannski eigi barnabörn eða eitthvað slíkt, þjónustu í grunnskólum eða leikskólum og svo er verið að spyrja kannski ungt fólk hvernig þjónustaði við eldra fólki í bænum og kannski þetta er verið að spyrja aðila sem hefur kannski og þá er svörin mjög handahófskennd. Þannig að ég held að þessi könnun hún er meingölluð. Nú þegar ég var með þetta á hvort að þessum peningum væri betur verið, nú veit ég ekkert sjálfsög hvað þessi könnun kostar og ég myndi kannski vilja, ef að það mætti upplýstast hér, hvað við borgum fyrir að vera þáttakendur í þessari könnun. Takk fyrir. Haraldur Gjörsvöld. Það er gaman að vitna umræðum þetta. Sitt sýnist hverjum eftir hvaða sveitarfélögum menn eru. Þar eru samflokksmenn Ólafs við stjórnvölinn og hafa ákveðið að kaupa ekki könnunina. Sjálfsagt vegna þess að Reykjavíkurborg situr þar alltaf á botninum. Hér vill Ólafur sem situr í minnihluta ekki kaupa könnunina því að sjálfsagt vegna þess að Mosfellsbær kemur svo vel út úr henni. Ég veit það ekki, en maður veltir svona hlutum fyrir sér sko eðlilega þegar að málið er sett upp í þetta samhengi. Bara svo að það sé sagt hérna strax, ég held að þessi könnun kosti eitthvað 400.000 krónur. Það getur vel verið að það sé hægt að eyða þeim peningum í annað, en ég held nú samt að þessu sé nú ágætlega varið. Fyrir ekki meiri fjármunum það. Hvort sem að Mosfellsbær kemur vel eða illa út úr könnunni. Í gegnum tíðina hefur Mosfellsbær komið vel út af þessari könnun og svona gegnumsneitt hvað varðar spurninguna til dæmis það að hvar fólki finnst best að búa eða hversu ánægður hann að búa viðkomandi sveitarfélagi, þá hefur Mosfellsbær alltaf verið í 1 af 3 efstu sætunum og við erum það núna líka.
Mosfellsbær fyrir ofan meðaltal eða í meðaltali og meðaltali í öllum málaflokkum. Þannig að ég held að við getum verið stolt af því hvernig fólkið hér sem býr hér í þessu bæjarfélagi og eigum að vera stolt af því sem bæjarstjórn að hvernig það upplifir sitt sveitarfélag. Og það í mínum huga mjög mikilvægt að fá slíkar upplýsingar. Það er að segja svona almennt hvernig fólk upplifir að búa í sveitarfélaginu sem það býr í. Því að það svona grunnurinn að því að geta svona kannski kafað ofan í hluti dýpra þegar að á þarf að halda. Og ég tek undir þá tillögu Bryndísar og það held ég bara verið gleymska í bæjarráðinu að vísa þessu ekki til nefndana því að þær eiga náttúrulega sjálfsögðu að fjalla sína málaflokka og að fara ofan í þá og auðvitað hafa nefndirnar eða sviðin fjármagn til þess að skoða sín mál. Það bara hluti af daglegri eða reglulegri starfsemi þeirra að fara ofan í sín mál og athuga þau með þeim hætti þó að það sé ekki eyrnamerktir peningur á nefndina sem slíka. Það voru nefndirnar að fjalla málaflokka sem að velta hundruðum milljóna, jafnvel þúsundum milljóna hver málaflokkur. Ég held að við séum fræðslusviði til dæmis, ég man ekki hvað það eitthvað 3 milljarðar sem þar eru cirka bát í gangi og fjölskyldusviðinu einhver milljarður. Þannig að það töluvert af peningum sem þarna verið að umsýsla og hluta þeim peningum náttúrulega líka til þess að í reksturinn hér og í stjórnsýslunum hér til þess að fara yfir reksturinn og það hluti af verkefnum starfsfólks að vera með púlsinn og því hvernig við erum að framkvæma hlutina og hvernig við getum gert hjá betur. Þannig að ég vil mótmæla því að það sé tilgangslaust að senda þetta til nefndana og það nefndamannanna sjálfra líka að hafa dug og frumkvæði í sínum nefndum að vekja þá athygli eða ræða þá hluti sem við getum betur gert og líka þá hluti sem við erum að gera vel því við erum líka að læra af þeim og að nýta það sem vel að koma út til þess að geta gert betur annars staðar. Þannig að ég hvet nú fólk til þess að nálgast þetta mál með jákvæðum huga og þannig að það sé hægt að nýta þetta okkur til gagns sem ég alveg sannfærður að sé. Kom hérna tillögu sem ég reyndar áttaði mig ekki alveg á frá fulltrúa íbúahreyfingarinnar að það sé fengið einhver óháður aðili og sérstaklega lagt áhersla á orðið óháður í málflutningum. Þessi könnun framkvæmd af Gallup. Er það ekki óháður aðili eða hvað? Jú, Er ekki Gallup óháður aðili? Nákvæmlega. Þannig að ég áttaði mig ekki alveg á þessu og mér finnst raun og veru tillaga Bryndísar og raun og veru það sem við hefðum átt að gera í bæjar og vísa til nefndana að taka bara á þessu og það það sem við eigum að framkvæma og á þessu stigi málsins og síðan það nefndana og starfsmanna sviðana að kafa hann í sína málaflokka. Við eigum ekki að gera það hér. Kolbrún, gjörðu svo vel. Já, forseti, mig langar einmitt að koma að taka til máls undir þessum sama lið varðandi þjónustukönnunina og ég vil líka taka það fram að mér finnst mjög mikilvægt að fá niðurstöður úr þessari könnun. Gallup tekur púlsinn á okkur sveitarstjórnarfólki, sér hvernig við erum að standa okkur. Þetta ákveðið svona, þetta aðhald, en ég er líka sammála því að við þurfum að við mögum ekki leggja þetta plagg ofan í skúffu, við þurfum að rýna vel ofan í það sem ekki koma nógu vel út hjá okkur. Og ég sem formaður fjölskyldunefndar, þarna eru málaflokkar eins og þjónusta við fatlað fólk, eldri borgara og barnafjölskyldur. Þar getum við gert betur og við höfum áður fengið þessa könnun inn til nefndarinnar og rýnt ofan í hvað veldur
mér finnst það bara mjög mikilvægt en það líka rétt sem við komum þau ekki fram að þetta mjög almennt eðlis þannig að það okkar rauninni að hefja vinnuna núna. Það ekki verið að rýna á henni sérstaklega og hér eru íbúar, þetta íbúakönnun, hér verið að tala fólk, henni almenna íbúa. Ég veit hef heyrt af fólki sem hefur tekið þátt í þessu og finnst þetta bara, þetta gerir jafnvel fólk enn meðvitaðara þjónustuna, bæinn sinn, upp á hvað þjónustu er verið að bjóða og meta hana svolítið, hugsa sinn gang hvað það varðar. En þarna eru málaflokkar sem við þurfum sannarlega að skoða betur og fagna ég þessari tillögu að könnunum verði send inn til nefndana til frekari skoðunar. Takk fyrir. Bryndís Kassól. Já, forseti og kæru bæjarfulltrúar. Ég ætla að leyfa mér að fara kannski aðeins ítarlegri máli yfir þessa könnun og niðurstöður hennar, svona í ljósi umræða sem að hafa hér skapast könnunina. Hér hafa nefnilega verið talað að þetta veri mjög almenn könnun og hún var kannski fullgrunn. Ég bara því ekki sammála og held að þessi könnun gefi okkur bara býsna góða mynd á það hvar við stöndum í þessum ákveðnu þjónustuþáttum í samanburði við önnur sveitarfélög. Og heildarúrtaki í þessari könnun eru rúmlega 12.000 svarendur. Það eru 316 í Mosfellsbæ. Þetta eru 19 stærstu sveitarfélögin á landinu sem að könnunin nær til. Og við fáum að sjá í okkar skýrslu, og nú kunna vera einhver íbúi kunna vera að hlusta á þetta og þeir sjá í rauninni bara þessa frétt sem í Mosfellingi og svona frekar kannski yfirborðskenndar upplýsingar en gögnin sem við fáum reyndar á vefnum, ágætis upplýsingar á vefnum en það er svona eins og að fara inn í umræðin í bæjarráði að þá er þessi samanburður kannski ekki öllu opinber, það er að segja hvert og eitt sveitafélag stendur. En við fáum í okkar skýrslu yfirlit yfir það hver er einkunnin fyrir hverja spurningu fyrir sig, þetta er á skalanum 1 til 5 og við fáum samanburð hvar við stöndum í ár miðað við hvernig við stóðum í fyrra. Þannig að þá sjáum við til dæmis hvar erum við að hækka, standa í stað eða lækka og það gefur okkur strax einhverja vísbendingu. Við fáum líka samanburðin á því hvar við stöndum í þessum spurningum í samanburði við meðaltal hinna sveitarfélaganna. Og það hefur verið fjallað sérstaklega það að við erum almennt yfir eða í meðaltali. Í öllum spurningunum erum við það. Við erum sem sagt yfir og einhverju spurningum sem við rokkum í meðaltalinu. Og svo þetta því að Sigrún fór aðeins inn á það í sinni tillögu eða málflutningi, náðu ekki hvort heldur var, að það þyrfti að horfa á það sérstaklega ef við værum komin niður fyrir 3,8 eða 3,7 í einkunn. Og það er rétt að það er oft horft á það í svona vinnustæðagreiningum að þá séum við komin í einhver aðgerðarplan sem þurfa að skoða sérstaklega. Eins og ég nefndi áðan, við erum með 4,5 og erum í 3. sæti þegar spurt er hversu ánægður ertu með sveitafélagið sem stað til að búa á. Þar erum við í 3. sæti. 1. til 3. af 19 sveitafélögum. Við erum með einhverjum 4,5 eins og þau sveitafélag sem er í 1. til 3. sæti. Og við fáum líka að sjá þetta brotið niður á kyn, aldur, menntun og fjölskyldutekjur. Þannig að þetta eru almennt svona í þessum fræðum bara nokkuð góðar upplýsingar. Hver og ein spurningin brotið niður og spurningin til dæmis hversu ánægður og óánægður ertu með skipulagsmál almennt í sveitarfélaginu út af því að bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar bentu nú sérstaklega á þar að þar erum við með einkunna 3,4 en við erum í 4. sæti eða 3. til 4. sæti. Og þetta, prófessor Gunnar Helgi Kristinsson hefur nú skrifað lærðar greinar það að þetta er sérstakt rannsóknarefni, að þetta er sá málaflokkur sem er algjörlega lögbundið hvað mest íbúalýðræði. Þetta fer í kynningar og auglýsingar og allir almenningur getur komið athugasemdir við, en þetta er samt sá málaflokkur sem almennt fær hvað lægstu einkunn í svona viðhorfskönnun. Þannig að ég veit ekki hvort að það segja okkur rosalega mikið að við fáum 3,4 í einkunn í skipulagsmálum almennt, en mér finnst það að segja okkur heilmikið að við séum í 3. til 4. sæti af 19 stærstu sveitarfélögum. Og þetta er samanskapi allt saman brotið niður. Svona, ef við tökum gæði umhverfis í nágrenni við heimilið þitt, þar eru við í 4. til 5. sæti. Ef við tökum þjónustu við barnafjölskyldur, þar eru við í 7. sæti.
mér finnst mjög áhugavert að skoða það. Fjölskyldubærinn Mosfellsbær á auðvitað stefna því að vera í toppsætinu þegar kemur að þessari spurningu. Grunnskólarnir, þar hröpum við, þar er full ástæða til þess að horfa sérstaklega á það inn í fræðslunefndinni og það út frá þessari tillögu sem kom hér áðan varðandi óháða aðila að sjálfsögðu getum við keypt frekari þjónustu frá Gallup og keyra alls konar kannanir fyrir okkur og skoða hlutina nánar. En til dæmis í grunnskólunum er mjög auðvelt og ódýrt fyrir okkur að framkvæma kannanir. Við erum náttúrulega með skólapúlsinn, en við erum að fjalla um það núna seinna, til dæmis könnun sem við gerðum á það hvernig foreldrar vilja hafa vetrarfríð. Þannig að þetta er eitthvað sem kostar okkur litla peninga og fyrst og fremst okkar starfsfólk að fara yfir og væri mjög auðvelt fyrir fræðslunefndina að vinna með þetta og skoða nánar hvað er það sem veldur þessu. Og svo er líka auðvitað áhugavert að skoða í svona spurningu, út af því að bæjarfulltrúi Samfylkingar kom inn á það eru auðvitað allir að svara sem eru spurðir þessari spurningu, en við sjáum líka hvernig það er brotið niður og eftir því hvort að það séu aldurinn á viðkomandi og í einhverjum tilfellum líka hvort að það séu börn á heimilinu og hversu mörg börn. Þjónustu leikskólana, þar erum við í 4.–5. sæti. Mér finnst það að segja okkur heilmikið. Aðstöðu til íþróttaiðkunar, þar erum við í, það eru hundar svo margir með 4,2, en ef ég tel hérna röðinu þá erum við í 7. sæti, 7.–7. eitthvað svoleiðis. Það er nokkuð gott, hef ég haldið. Þrátt fyrir það að við höfum ekki yfirbyggt knattspyrnuhús. Þjónustu við eldri borgara, þar erum við í 7. sæti. Þjónustu við fatlað fólk, þar erum við komin niður undir miðju. Ég myndi gjarnan vilja skoða það sérstaklega. Þar hefði ég líka haldið að við ættum að hafa einhver tæki og tól, því við auðvitað þekkjum þessa einstaklinga sem við erum að þjónusta. Og það væri mjög áhugavert að fá skoðun á því. Menningarmálin, þar eru við í topp 4. Sorphirða, topp 4. Og þjónustan í heild sinni, topp 4. Þannig að ég var að segja fyrir mitt leyti að ég held að þessi könnun sé að gefa okkur mjög góðar upplýsingar, en ég ítreka það að við eigum auðvitað að vinna með þetta. Og fjalla sérstaklega þau atriði þar sem við viljum standa okkur betur og ég vil gjarnan setja markið mjög hátt þegar kemur að okkar þjónustu og sérstaklega þessum þáttum sem að tengjast börnunum okkar og skólunum. Við eigum algjörlega að setja markið okkur þar að vera með topp þjónustu og þá hlýtur svona könnun að nýta okkur í það og svo segi ég endilega við eigum að vinna þetta áfram í nefndunum og ég vil þá bara hvetja nefndina til að taka umræðu, hverja fagnefnd fyrir sig og ég held að þær séu kannski best til þess fallnar að ákveða svo hvernig hlutirnir eru kannaðir áfram sé ástæða til þess að gera það. Ólafur Ingi Kjölsvel. Forseti, ég vil bara þakka Bryndísi fyrir nokkuð greinagott svar hér við málefna minni og lesa upp úr þessari ágætu könnun og bara ánægður að heyra það að það er áhugi fyrir því að taka þetta lengra og skoða þá flokka það sem við erum að fara miður í. Það er kannski það sem lærdómurinn sem við draugum að þessu, hvort við þurfum að gera þessa könnun á hverju ári til þess, það er annar mál. En ég held hins vegar og við höfum réttilega sem þú bentir á Bryndís að við höfum alveg erum í góðu færi mjög víða til að gera kannanir, þjónustukannanir á tiltölulega ódýran hátt, eins og nefndir í skólum, leikskólum, þjónustu við fatlaða, aldraða. Og þetta er akkúrat þetta sem ég var að tala um. Það er að tala við hópinn sem við erum að skoða og spyrja þá og þá fáum við nákvæmari svör. Mér fannst mjög ómaglegt að heyra í bæjarstjóra hér áðan að gera mér upp skoðanir. Ég man ekki til þess að hann hafi gert það áður og mér finnst að miður hann hafi tekið upp á því núna. Vegna þess að ég held að ég hafi verið að reyna að rökstyðja mitt mál mjög málefnilega út af því sem ég var að tala. Og hvort sem eitthvað annað sveitarfélag þar sem að samfylkingarmenn eru í meirihluta hugsa einhvern veginn eins og vill. Mér finnst það bara ekki rétt að vera að draga þetta upp á þennan hátt. Og ég vona ég ekki eftir að heyra þetta aftur en þetta veit ég að Haraldur er kurteismaður. En varðandi nefndirnar, ég fagna því að
að þetta verið sendt til nefnda til skoðunar. Ég mun á þeim vettvangi þar sem ég mun þá beita mig fyrir því að sú nefnd minnstu kosti fari mjög gaumgæfilega yfir þá þætti sem að henni lítur og skoða það með einhverjum hætti hvort það sé ástæða til frekari skoðunar. Takk. Sigrún Björnsvöld. Já, ágæti forseti, ég held áfram undir þessum lið þjónustukönnun og ég heyri það að þetta orð óháður aðili, það er til þess fallið að valda misskilningi, þannig að ég ætla bara hreinlega að taka það út úr tillögu minni að Mosfellsbær láti óháðan aðila kanna. Í staðinn fyrir það segi ég bara Mosfellsbær láti kanna. Og það var náttúrulega sem sagt, ekki búið að vísa þessu til nefndana þegar ég samdi þessa tillögu, þannig að ég ætla bara að láta hana standa og þetta á þá við nefndirna líka, þær taki bara upp þetta mál. Ég er búin að senda Sigurði endurbætta útgáfu á tillögunni, þannig að þetta ætti nú alltaf að vera klárt. Það var nú þannig í fyrra þegar við vorum að ræða þessa þjónustukönnun, þá stóð til að skoða og þá sérstaklega fjölskyldusviðið stóð til að skoða hvernig á því stæði að eldri borgarar væru gæfu svona lélega einkunn eða sá málaflokkur fengi svona slæma einkunn þá, og það átti að skoða það en það var bara ekki gert. Mér finnst mjög mikilvægt að halda því til haga og að það verði gert, þannig að ég ætla bara að láta þessa tillögu standa. Svo er það þannig varðandi skoðanakannanir, þá er mjög margt sem að hefur áhrif á skoðanakannanir og eitt af því sem að Gunnar Helgi Kristinsson hefur bent á, það er það að fjölmiðlun í sveitafélögum, hún hefur mikil áhrif á álit fólks á bæjarmálin og hvernig hugsaði bæinn, og það verður nú að segjast eins og að sveitastjórnir fá yfirleitt mjög litla umfjöllun nema borgarstjórnin í Reykjavík. Það hamast á henni daginn út og inn í fjölmiðlum á Íslandi og ég er ekki svona grunlausum að það hafi til dæmis mikil áhrif á hvernig fólk upplifir þjónustu í Reykjavík, á þess að ég ætli svo sem neitt að fara að verja borgarstjórn Reykjavíkur, þá vil ég samt benda á þetta, og Gunnar Helgi Kristinsson stjórnmálafræðingur, hann hefur gert þetta sérstöku umræðu efni þessa mismunum varðandi pressuna og sem að hefur og gæti haft og mjög sennilega hefur mikil áhrif á niðurstöðu skoðanakannana. Fleiri hafa ekki hvað sem hljóðs, þá er umræðum lokið og það er komið að bera upp þessa tillögur sem að liggja fyrir. Tillaga er búið er búið hvað? Viltu aðeins býða? Er óskað eftir að það sé fundarhlé eða? Já, ok, nei, allt í fínu. Theodór, varst þú að biðja málið það? Ég myndi biðja forseta að lesa upp þessa tillögu sem kom hana fram. Já, ég ætla að fara í það núna í beinu framhaldi. Þannig að ef að fleiri hafi ekki, ég ætlaði bara að loka umræðum þessa fundagerð og það er komið að því að afgreiða þessa tillögur sem hafa komið og svo fundagerðina sem slíka. Og þar sem að ég lít svo á að tillaga M-lista gangi lengra heldur en Bryndís, að Sigrúnar gangi lengra heldur en Bryndísar,
að þá er rétt að bera hana upp fyrst og hún er svo hljóðandi. Íbúahreyfingin gerir að tillögu sinni að Mosfellsbær láti kanna hvað það er nákvæmlega sem íbúar eru óánægðir með samkvæmt þjónustukönnun. Þótt sveitarfélagið komi vel út í heildina eru nokkur þjónustusvið sem gera það ekki. Í könnun Capacent hringja viðvörunarbjöllur þegar þjónusta fær einhverna 3,7 eða þar undir, þjónusta við eldri borgara, barnafjölskyldur, fatlaða, einnig þjónusta bæjarskrifstofu og skipulagsmálin fellur þar undir og mikilvægt að láta fagaðila finna skýringar á því. Skólamál og menningamál eru rétt yfir markinu og rétt að skoða þau atriði líka. Það hlýtur að vera markmið svona kannana að fá úr því skorið hvað má bæta og þess vegna ber íbúahreyfingin upp þessa tillögu. Heyrðu, fyrirgefðu, ég glemdi að henda út þarna að láta fagaðila, en það er náttúrulega að fylgja út tillögunni. Að það standi þá fellur undir og mikilvægt að finna skýringar á því. Já, sleppa hérna fagaðila. Ég fór að taka til máls þessa tillögu. Tillöguna, gjör svo vel. Já, forseti, ég vil bara kannski skerpa á því sem ég sagði hér áðan í ræðustól þessa tillögu. Mér finnst hún algjörlega ótímabær og með því henni finnst mér við vera að taka fram fyrir hendurnar á nefndunum. Það liggur hér fyrir tillögum að vísa þessu til nefndana sem hefur raun og vart að gera í bæjarráðin, komið þetta fram, glemdist, en það hefur alltaf verið gert. Og nefndirnar fara síðan yfir þessa könnun, hvert sinn málaflokk og ræða það með hvaða hætti bregða skuli við, hvort sem það er til þess að vekja athygli á eða læra því sem vel er gert eða hvort að það sé eitthvað sem hægt er að bæta. Og ég legg annarkvæmt til forseti að þessari tillögu verið vísað frá, þar sem hún gefi ekki rétta mynd eða raun og veru sé andstöðu við þá tillögu sem var flutt áður að vísa til nefndana eða þá bara hreinlega felld vegna þess að mér finnst að hún gangi ekki upp svona bara praktískt séð vegna þess að við erum að fara að gera. Þannig ég legg það í þínar hendur, forseti. Ég held að það sé eðlilegast að hún sé bara borin upp. Eru fleiri sem vilja tjá sig þessa tillögu sem slíka? Nei, forseti, ég ætla að óska eftir því að fá fundarhlé til að geta gert bókun í ljósi þess að þessi tillaga mun þá væntanlega bókast inn í fundargerðina. Já, hún bókast inn. Já, þá ætla ég að óska eftir því að fá fundarhlé strax eða bara í kjölfar afgreiðslu? Í kjölfar, áður nú lokar mælendaskrá fyrir þennan fund, eða þennan bæjarásfund. Áður við förum í næsta dagskrálið. Þá ber ég upp þessa tillögu M-lista sem ég var að lesa upp. Þeir sem að samþykkja kjörsorgjamerki, takk fyrir og á móti. Hún er felld með 6 atkvæðum gegn 1 og 2 sitja hjá. Þá er komið að til að bera upp tillögu Bryndísar að málinu verði vísað til nefnda eftir því sem að við á eða einstök mál eins og við á. Þeir sem að samþykja það kjörsorgjamerki, takk fyrir, það er samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum. Þá er komið óskum fundarhlé og það er orðið við þeirri beiðni. Við hefjum þá funda 9, Bryndís Gjörsvör. Forseti, við bæjarfulltrúar VAFF og D-lista óskum eftir bókun undir þessum lið númer 14 í fundargerðinni. Mosfellsbær er enn eitt árið með ánægjustu íbúana í samanburði við önnur sveitarfélög og með hæstu einkunn. 93% íbúa eru ánægðir eða mjög ánægðir með sveitarfélagið sitt. Niðurstöður sýna að við erum vel yfir meðalagi í flestum spurningum sem spurt er um. Við erum afar stolt af niðurstöðunni en full ástæða til að nýta þær til að skoða hvað betur má gera. Könnunin verður sendin í alla nefndir og mun hver fagnefnd fjalla sinn málaflokk. Fleiri sem vilja tjá sig? Ef ekki þá er umræðum lokið og við förum að næstu fundargerð sem er fundargerð 1250. fundar bæjarráðs sem haldin var. Ég fyrirgefið. Það var að flýta mér einu of mikið. Ég ber þá fundargerðina upp í heilsinni og þeir sem að staðfesta hana eins og einstök erindi bera með sig og svo gefa merki. Takk fyrir, hún er samþykkt með 9 atkvæðum.
og þá förum við yfir í 1250. fund sem haldið var 10. mars og orðið er laust þá fundargerð. Sigrún, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem hér upp undir lið númer 1. Það er yrkjusjóður beiðnum stuðning. Á síðasta bæjarráðsfundi höfnuðu fulltrúar DOS lista í bæjarráði, ósk yrkjusjóðs stuðning. Mér finnst það mjög dapurleg niðurstaða og hefði áhuga á því að kanna hvort að bæjarstjórn sé ekki tilbúin til að styðja ekki þá tillögu bæjarráðs, heldur veita yrkjusjóði styrk. Það er þannig mál með vexti að þessi sjóður, hann hefur Mosfellsbær hefur þegið trjáplöntur frá þessum sjóði frá upphafi árið 1992. Það var Vigdís Finnbogadóttir, þáverandi forseti, sem setti þennan sjóð á laggirnar og vegna þess að fjármagnstekjuskattur hefur hækkað svo mikið og því miður er það þannig að svona sjóðir sem að þjóna almannahagsmunum eins og þessi, þeir þurfa að greiða þennan skatt. Og það er reyndar unnið af því að löggjöf, endurskoðun á þessari löggjöf. En burtséð frá því, þá finnst okkur í íbúahreyfingunni mjög dapurlegt að Mosfellsbær skuli ekki vilja styðja hann sjóð. Hann hefur verið fengið yfir 13.000 plöntur frá yrkjusjóði frá árinu 1992. Yrkjusjóður hefur gefið út fræðsluefni og leiðbeiningar trjárækt og svona tilgangurinn með þessum verkefni, hann er að kenna börnum umgengni við náttúruna, kenna börnum að planta trjám og svona vekja hjá þeim bara góðar tilfinningar gagnvart landinu sínu. Og þannig að þessi plöntun, hún hefur miklu meira gildi heldur en það bara að fá ókeypis plöntur og planta trjám. Þetta hefur uppeldislegt gildi fyrir krakka í skólanum og minnir á að þetta þarf að gera. Við þurfum að græða upp landið okkar, við þurfum að efla skógrækt í landinu til að vernda jarðveginn sem er að fjúka og hafa út og svo framvegis. Og þetta verkefni hefur bara einfaldlega mjög stórt uppeldislegt hlutverk og þess vegna langar íbúahreyfinguna að leggja til að bæjarstjórn samþykki ekki þessa niðurstöðu bæjarráðs og styrki yrkjusjóð. Ég hef fengið svona upplýsingar framlag helstu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu framlag sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu til skógræktar. Og það verður að segjast eins og er að Mosfellsbær veitir mjög lítilli upphæð til skógræktar. Samkvæmt upplýsingum sem ég fékk frá Mosfellsbær fyrir árið 2015 voru það 350.000. Og þannig að sko Mosfellsbær er mikill eftirbátur annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í styrkveitingu til skógræktarfélagsins. Og þetta á til dæmis alveg sérstaklega við sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, þau eru að styrkja skógræktarfélögin í sínu sveitarfélagi, til dæmis til að sjá útivistarsvæðin sín. Skógræktin hér hefur reynt að fá styrki frá Mosfellsbæ til þess að hugsa Hamrahlíðarskóginn en ekki fengið.
og sem dæmi má nefna að til dæmis Garðabær. Hann greiðir skógræktinni 5 milljónir á ári bara í styrk til að sinna umhirðu í Heiðmörk. Reykjavíkurborg greiðir 35 milljónir bara í það verkefni. Kópavogur greiðir líka mikla peninga til skógræktarinnar í alls slags þjónustusamninga og svo framvegis og auðvitað Hafnarfjörður líka. Þannig að sko það bara ekki nóg vel að þessu máli staði hér og mér finnst alveg mikil skammsýni að taka styrkin, að sem sagt styrkja ekki þetta starf Virkjusjóðsins núna í þessum hremmingum sem sjóðurinn á í og þess vegna vil ég leggja fram tillögu það að bæjarstjórn samþykki að styrkja sjóðinn. Theodór, gjör svo vel. Þetta hættur, ok. Haraldur, gjör svo vel. Forseti, sem hérna upp undir þessu sama máli vegna ræðu í bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar ósk að styrkja Yrkjusjóðinn. Ég vil í upphafi segja það að ég styð heils hugar niðurstöðu bæjarráðs að verða ekki við þeirri beiðni. En það hefur ekkert með það að gera mér, né heldur að ég held bæjarfulltrúum DS og VAF-lista sé eitthvað illa við þann sjóð. Ég leyfi mér að fullyrða að svo sé. Hins vegar snýst þetta kannski það og snýst það að nýta á sem bestan hátt það fé sem að við hér erum að handla með frá bænum einmitt til þess að ná fram þeim markmiðum sem komu fram hér áðan hjá bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar að börn og ungmenni hér í bæ hafi tækifæri til þess að taka þátt í verkefnum eins og skógrækt og að rækta bæinn sinn. Það einfaldlega þannig að þessi sjóður og ég tel hann göfugan og það hefur verið góð ákvörðun á sínum tíma að láta afrakstur þessarar bókar Vigdísar, var það ekki? Já, Bóadóttur, renna í þennan sjóð og hann hefur alveg örugglega og mun alveg örugglega láta gottastir leiða áfram hér eftir sem hingað til. Hins vegar það bara einfaldlega þannig að þó að 150.000 krónur séu sjálfur sér kannski ekki svakalega mikil upphæð í 7-8 milljarða króna rekstri bæjarins, að þá það nú bara samt þannig að þeir fyrir þá peninga fáum við meira í því bara einfaldlega að kaupa okkar plöntur sjálf og geta þar með þar með okkar börn, ef við viljum mega þeim peningum í þetta, okkar börn og ungmenni hafi þá fleiri og stærri verkefni til þess að vinna með. Þetta var sent til umsagnar hér hjá framkvæmdastjóra fræðslusviðs, staðgengli framkvæmdastjóra fræðslusviðs fyrir árið síðan þegar sambærileg ósk kom og þá var sama niðurstaðan. Það var ekki efni til þess að verða við þessari ósk. Það kom fram í þeirri umsögn að skólarnir væri að fá svona jafnaði 100 til 150 plöntur á hvort stóra skólan á ári frá þessum sjóði og það bara einfaldlega hægt að kaupa miklu fleiri plöntur til að gróðursetja fyrir 150.000 krónur. Þannig ef að tilgangurinn á að vera sá sem að mér fannst vera í máli fulltrúa íbúahreyfingarinnar
að byggja hér upp skógrækt og byggja hér upp þekkingu og áhuga ungu kynslóðurinn þessu, þá peningunum betur varið í það að við gerum það sjálf. Með allir virðingu fyrir yrkissjónum, því að þá fara þau framlög til annarra sveitarfélaga eða annarra skóla í öðrum sveitarfélagum, því að þessi sjóður styrkir fyrst og fremst skóla. Þannig að hér fyrst og fremst að hugsa það að nýta fé bæjarins sem best til þess að ná fram þessu markmiðum. Síðan var hér heilöng ræða slælegan og lélegan stuðning við skógrækt í bæjarfélaginu. Ég vil nú bara leyfa mér að mótmæla því að það sé ekki stutt vel við skógrækt hér í bæjarfélaginu. Ég hugsa að Mosfellsbær sé nú það bæjarfélag sem að stundar hvað mesta skógrækt svona í sínu nærumhverfi og svona í sínu skipulagi. Það hins vegar ekki heiðmörk í Mosfellsbæ, það aldrei annar fyrirbrigði. Það stóra og mikla útivistarsvæði. En stuðningur bæjarfélags við skógrækt með mjög margvíslegum hætti. Eitt er það sem bæjarfulltrúi íbúa og hreyfingarinnar nefndi er beinn fjárstuðningur við skógræktarfélagið sem hugsaður sem til þess að standa undir rekstri þess og svona yfirbyggingu þess ágæta félags. Síðan er stuðningur bæjarfélags með mörgum öðrum hætti. Ég get nefnt sem dæmi ungmenni, bæði vinnuskóla og ungmenni sem að tyggja laun hjá bænum að vinna fyrir skógræktarfélagi eða plöntun og öðru að plöntun trjáa og svo fram eftir götunum. Það er mörg önnur dæmi slíka hluti. Síðan er náttúrulega bærinn sjálfur í mjög mikilli skógrækt hingað og þangað bæinn, ævintýragarði, opnum svæðum og svo framvegis. Enda held ég að það sé að fá neitt sveitarfélag hallað. Við segjum að Mosfellsbær sé skógi vaxnasta bæjarfélag í sínu nærumhverfi á landinu. Ég bara auglýsi eftir sveitarfélagum sem eru það. Það er vísu ekki Hallormsstaðaskógur í Mosfellsbæ. Það er ekki heiðmörk, en bærinn er mjög gróinn og mikið tré. Og það eru mörgum að þakka, skógræktarfélaginu, bænum og svo íbúunum sem hafa sýnt uppgræðslu bæjarins mikið áhuga. Þannig að mér finnst við enn og aftur að vara okkur í því að slá einhverju svona fram sem að við þurfum kannski ekki annað en að líta út gluggann og sjá að hér er heilmikið skóg eða tré og það sé ekki Hallormsstaðaskógur né Vallaskógur í Mosfellsbæ. Mosfellsbæjarskógur. Sigrún Björnsvel. Þetta forseti, það er ekki Hallormsstaðaskógur í Mosfellsbæ, því miður. Það er yndislegur skógur. Ég ólst upp í næsta nágrenni Hallormsstaðaskóga og hef mikið dálæti á þeim birkiskógum sem ég ólst upp í austur á landi. En það er það sem að mér finnst vera svolítið einkennandi að ég náttúrulega sendi bæjarstjóra fyrirspurn hvernig staðið væri að þessu verkefni í Mosfellsbæ, í skólunum og ég hef bara ekki fengið svar við því. En ég óska allavega eftir því að þegar að svarið kemur að það verði þá sett á dagskrá. Þetta eru tölur sem að ég fékk frá Haraldi sem ég var að nefna, þessar 350.000.
Þetta eru tölur sem að ég fékk frá Haraldi þegar ég óskaði eftir að fá að vita sem sagt, hvað veitt væri í styrki yfir höfuð í Mosfellsbæ. Og þetta, og mér þætti bara vænt að óska eftir því að þetta yrði tekið saman. Ég hef heyrt marga kvart yfir því að Mosfellsbær skuli ekki styðja við bakið á Hamrahlíðarskógi og skuli ekki vilja hjálpa þeim að fjármagna til dæmis göngustíga gerð. Það þarf að halda þeim við og laga göngustíga, það þarf að krysja og þetta sá styrkur sem Mosfellsbær veitir Skógræktarfélaginu, það ekki einu sinni meðal mánaðarlaun. Þú veist, það eru 1 mánaðarlaun sem að Mosfellsbær veitir Skógræktarfélaginu í styrk á mánuði, á ári. Og léleg mánaðarlaun, 350.000. Þannig að það þarf bara að standa sér betur. En ég er með tillögur sem ég ætla að lesa upp. Og ég er enda með 3 tillögur. Það er ekki ágætt. Vel að sé vikið. Heyrðu, en það hljóða svo. Hvað var þetta? Það yrkjusjóður? Já, býttu fyrsta tillagan hljóðar svo. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar leggur til að bæjarstjórn taki ekki undir þá niðurstöðu bæjarráðs að synja ósk yrkjusjóðs styrk upp á 150.000 og ákveði þess í stað styrkjarsjóðinn. Tilgangur sjóðsins að kenna börnum að planta trjám og að ala þau upp í að þykja vænt landi sitt. Og umhverfisvitund, ég bæti við, umhverfisvitund skólabarna á Íslandi. Hún með því lægsta sem gerist samkvæmt PISA-könnuninni. Sjóðurinn hefur gefið út leiðbeiningar skógrækt fyrir skólabörn og hefur starfast í bæði menningarlegt og vistfræðilegt gildi. Það er dapurlegt að bæjarstjórn skuli ekki hafa meiri skilning en raun ber vitni á uppeldishlutverki yrkjusjóðs bæjarráð. Vigdís Finnbogadóttir stofnaði yrkjusjóðinn í forsetatíð sinni 1992 og hefur hann gefið grunnskólabörnum í Mosfellsbæ yfir 13.000 trjáplöntur til gróðursetningar alls. Og síðan tillaga númer 2. Íbúðarhreyfingin leggur til að Mosfellsbær fari að dæmi annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og geri þjónustusamning við Skógræktarfélagið rekstur útivistarsvæðisins við Hamrahlíð. Með samningnum væri félaginu gert fjárhagslega kleift að halda við stígum og grisja skóg íbúum útivistafólki til ánægju og yndisauka. 3. tillaga. Ekkert sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu á jafn mikið ræktarland og Mosfellsbær og leggur íbúðarhreyfingin því til að bærinn láti vinna skógræktarskipulag fyrir sveitarfélagið samanber borgarskógrækt sem hluti af aðalskipulagi Reykjavíkurborgar. Tilgangurinn væri að skoða hvar skynsamlegt að mynda skjólbelti fyrir byggðina og búa í haginn fyrir útivistafólk framtíðarinnar á höfuðborgarsvæðinu. Samhliða þessu væri rétt að fá landgræðsluna til að meta ástand lands og jarðvegs innan sveitarfélagsmarkanna. Sjá borgarskógrækt á netinu. Þetta eru tillögurnar. Já, heldur þú sendir það ekki til Sigurðar? Nú, ég minni á að dagskrárliðurinn yrkjusjóður beiðni stuðning. Þannig að aðrar tillögur er nú rétt að halda sig við það umræðuefni. Og þannig að mér til efs að seinni 2 tillögurnar eigi heima til afgreiðslu hér í dag, það sé rétt að þeim sé komið þá í annan farveg. En Bjarki gjör svo vel.
ætlaði mér ekki athugasemd það ég til að þessar tvær sekund tillögur eigi ekki heima undir þessum lið, geti ekki bókast út á komið þeim mál ekkert upp. Það er einslu skipulagsnefndar. Já, forseti, upphæðið skildi endinn skoða og í endan skildi upphæðið skoða. Við þurfum að skoða upphæðið. Málið fór af stað undir merkjum yrkju eða þess að umsóknar fjármagn yrkjusjóðin. Það var tekið til umfjöllunar hér í bæjarráði þar sem við erum að tala það hér. Og það var semst ekki tekið undir, ekki samþykkt að veita þessu fé til yrkjusjóðs og þá kom á þeim fundi tillaga frá fulltrúa S-lista í bæjarráði sem var svohljóðandi. Umhverfisnefnd taki til sérstakrar umræðu skógrækt í Mosfellsbæ, þar á meðal skógrækt á vegum grunnskólana. Þannig að það var sem sagt sett svona í ákveðinn farveg. Bæjarráð samþykkti það með 3 atkvæðum. Þessi tillaga mun væntanlega, eða þetta mál, skógrækt í Mosfellsbæ, þar á meðal skógrækt á vegum grunnskólana verður væntanlega tekinn. Það verður tekinn fyrir á næsta fundi umhverfisverndar hérna næstu mánaðamót, þannig að málið í sérstökum farvegi eins og þar stendur. Ennfremur var bókað á þessum sama bæjarráðsfundi, þar að segja fulltrúar VD og S-lista eftirfarandi. Öflugt skógræktarstarf stundað í Mosfellsbæ, fyrst og fremst vegna starfs skógræktarfélags Mosfellsbæjar sem og stuðnings bæjarins við það verkefni. Bæjarráð vísar til þess að unnið að heildstæðu grænu skipulagi þar sem jafnframt verði tekið á skógrækt á vettvangi umhverfissviðs. Það mál semst í ákveðnu farvegi, þannig að mér finnst vera takmark fyrir hvað getum teygt þessa umræðu áfram. Það vísu tillaga um það að niðurstöðu bæjarráðs verði hnekkt. Ég legg til að sú tillaga verði felld. Síðan komu hér fleiri tillögur skógrækt þegar nákvæmlega búið að setja það í ákveðna farveg og tölur ákveðin stuðning. Það mikið og gott samstarf milli bæjaryfirvalda og skógræktarfélags Mosfellsbæjar og samstarfssamningur. Þannig að ég tel að þessar hinar 2 tillögurnar séu nú bara ekki alveg heima við þetta borð sem við sitjum núna. Og nákvæmlega líka vegna þess að á bæjarráðsfundum umrædda var málið sett í ákveðið farveg. Það var ákveðið að sjá það í víðara samningi. Það þýðir það að einhverju vinna fer þar af stað eða sjáum til hvernig það spilast og kemur þá aftur hér inn þegar sú fundagerð kemur hér til bæjarstjórnar og þá hafa menn svona eitthvað fastara land undir fótum. Þannig sé ég þetta mál núna. Takk fyrir. Bryndís, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég veit ekki hvort ef forseti metur allar tillögurnar ekki tækar hér þá kannski skiptir það sem ég ætlaði að segja hér ekki öllu máli, en ég vildi allavega einmitt benda á það. Ég get viðurkennt það að ég var nú kannski skömmuð svolítið af svona mínu samherjum eða það var allavega rætt sérstaklega hvort að einmitt þessi tillaga sem að Bjarki las hér upp áðan og var samþykkt inn í bæjarráði, hvort hún hefði átt erindi inn á þann fund og undir þessum lið. Eins og bent hefur hjá þá verið að fjalla ákveðið erindi frá yrkjusjóðnum og kannski bara ástæði til að fara yfir það fyrir aðra bæjarfulltrúa að þá þetta nú þannig að bæjarráðsmaðurinn og bæjarfulltrúinn Anna Sigríður nefndi þetta í sinni ræðu og ég hafði tekið undir það. Við höfðum ekki þá kannski endilega hugmyndum að bóka það sem eitthvað formlega en við tókum alveg undir það að það væri bara full ástæða til þess að ræða þetta mál ítarlega í umhverfisnefndinni og formaður umhverfisnefndar kom nú upp á hann og muni auðvitað gera það og þau hafa örugglega góða yfirsýn yfir þetta og kannski er þetta kannski eingöngu kunnátta okkar hinna bæjarfulltrúanna þetta ágæta málefni. En ég fannst einhver séu full ástæða til þess að bóka og styðja þessar tillögur bæjarfulltrúa Önnu Sigríðar því þetta var svona bara hluti af umræðinu sem skapaðist inn í nefndinu og oft finnst mér það nú til bóta en við getum upplýst mál og komið þeim áfram með þessum hætti. En
út af því að bæjarfulltrúi íbúahreyfingar kom inn á að hún heyrði það mjög gjarnan að hér var einhver óánægja með lítinn stuðning sveitafélagsins við skógrækt. Það bara viðurkenna það við ár sem ég hef starfað hér sem bæjarfulltrúi og formaður skipulagsnefndar hef ég bara aldrei heyrt á þetta minnst, aldrei. Talið mig átt ágæti samstarfi við skógræktarfélag Mosfellsbæjar. Það hefur verið sérstaklega tilgreint í aðalskipulaginu að það sé ástæða til að gera sérstaklega skógræktarstefnu, nákvæmlega eins og bæjarfulltrúi Sigrún kom hér inn á. Það var rætt á þeim tíma þegar við vorum að endurskoða aðalskipulagið, vorum á síðustu metum þess og við lýstum bara yfir miklu vilja til þess að gera það með skógræktarfélaginu þegar að því kæmi. Svo er vísað hérna inn í bókunni þetta ágæta græna skipulag sem við hefum verið að fjalla inn í skipulagsnefndinu og ætti að taka svona heildstætt á öllum þessum málum. En mér leiði eiginlega svona svolítið áðan þegar var verið að lesa upp hérna allar þessar tillögur sem að í mínum huga er reyndar ekki tillögur, þetta eru bara miklu frekar bókanir þar sem er verið að lýsa hérna, bæjarfulltrúi íbúahreyfingur er að lýsa afstöðu sinni að við værum komin í einhver svona pissukeppni, hver á hvað og hver styður nú skógrækt hérna mest eða minnst eða hvað þess að og hérna mér finnst það bara hreinlega ekkert eiga erindi. Theodór Björnsson. Forseti, ég vil taka bara heilshugar undir það sem Bryndís segir og ég er svo undrandi að við skulum ennþá verið í þessari stöðu að það er ekkert haft með það form sem hér er á hlutum og bæjarfulltrúi Sigrún gefur svo út fyrir lýðræðisstefnu og hvað þetta heitir allt saman en kemur hér með tillögur sem eiga að vaxa í nefndum eiga að koma jafnvel frá þeim sem fara með málin, segjum eins og skógræktarfélagið okkar, þeir sem vilja koma að geta beint erindi bæjarins því við farið í nefndir. Það virðist vera að Sigrún sé eini fulltrúi þessar hreyfingar, íbúahreyfingar. Í íbúahreyfingunni eru fleiri aðilar sem eiga sæti í nefndum og ráðum og það er allt í góða lagi að fólki hittist, setja saman plön og hún leyfi þá bara sínu fólki að ræða þetta nefndu sem á við. Leyfum þess að vaks og dafna ekki koma ykkur tillögur og hugmyndir hér. Ég get alveg bóðið, mér langar hérna einhvern knattspyrnuvöll eða komið tillögur hérna þetta eða hitt. Og þetta er svona pissukeppni. Búa til þetta fyrir hinn. Er hún einhver fulltrúi skógræktarfélags? Ég veit það ekki. Við förum að virða nefndastörfum, leyfum þess að vaksa þar sem við samþykkjum svo hér. Þetta er ekki uppástaðu tillagna. Þetta er afgreiðsluvettvangur. Við erum að samþykkja og leyfum þess að bara taka tíma, skógrækt hvað sem annar og bara lesa aðalskipulagið. Það er fjallað þetta þar og svo margt annað. Þetta er bara þreytandi og ekki í takt við neina stjórnsýslu né neitt lýðræði. Takk. Sigrún Björnsson. Ágæti forseti, það er alltaf fróðlegt að heyra Theodór Kristjánsson fulltrúa D-lista tala þær þau lög og þær reglur sem gilda störf bæjarstjórnar. Bæjarstjórn er ekki afgreiðslustofnun. Bæjarstjórn er sá vettvangur þar sem að íbúar þessa sveitarfélags og allra sveitarfélag á Íslandi eiga að hafa tækifæri til að hlusta á umræður mál. Í hvert sinn sem að Theodór Kristjánsson stígur hér í pontu til þess að ræða mál, þá er það aðallega til þess að hafna þessu hlutverki bæjarstjórnar. Að standa fyrir opinni umræðu, opinni og lýðræðislegri umræðu bæjarmál á bæjarstjórnarfundum. Allir aðrir fundir nefnda sveitarfélagsins eru lokaðir, bæjarstjórnarfundirnir eru opnir og þar á að standa fyrir opinberri umræðu þau mál sem að virkilega koma íbúum þessa sveitarfélags eitthvað við. Svo virðist vera sem að fulltrúar D-lista telji það ekki koma íbúum við hvernig komist þeirra niðurstöðu í málum hér. Og við höfum öll rétt, bæjarstjórn er fjölskipað vald, við höfum öll rétt á því, öll framboð í bæjarstjórn Mosfellsbæjar eiga rétt á því að koma sínum sjónarmiðum á framfæri.
og þó að þér mislíki þær skoðanir sem þar koma fram, eiga þær bara einfaldlega fyllsta rétt á sér. Og þú eru bara að sætta þig við það, Theodór. Þú eru bara að sætta þig við það að við búum í lýðræðisríki þar sem allir mega tjá skoðanir sínar. En hvað viðvíkur þessu málefni sem við erum að ræða hérna, það skógræktin. Erum ekki að ræða? Já, að minna á það að dagskrár efnið yrkjusjóður beiðni stuðning. Það ekki skógrækt í Mosfellsbæ. Það bara skýrt og bara bið þig að halda þig við umræðuefnið. Á fundi Bæjarráðs, og ég ætla einmitt að fara að benda á þetta. Á fundi Bæjarráðs undir liðnum yrkjusjóður vísaði Bæjarráð því til umhverfisnefndar að taka til umræðu skógrækt almennt í Mosfellsbæ. Þetta ekki umhverfisnefnd? Já, en Gefið hljóð. ég ætla sem sagt í framhaldi af þessu, ég hérna með 2 tillögur sem að varða skógrækt almennt og mig langar að óska eftir því að þeim verði vísað til umhverfisnefndar. Theodór, gjör svo vel. Þegar Theodór hefur lokið máli sínu, þá ætla ég að gera fundarhlé. Forseti, bara til að hafa það á hreinu að það sem Sigurður segir, það var beint til mín, ekki allur og fullur á D-listans. Tillögur eða umræður fara alltaf hér í gegn. Og þó að fundir nefnda séu lokaðir, þá þýðir það allt sem þar fyrir fram endar hér. Þar sem hún pólitíska og opna lýðræðislega umræða fer fram. Og þú ert með tillögur sem vilt koma að umhverfisnefnd. Þú treystir ekki fulltrúa þínum í umhverfisnefnd til að taka upp tillögurnar þar. Þar við vísuðum þangað og þar ætti þinn fulltrúi að ræða tillögur þínar, ekki hér. Þar þú eiga tillögurnar þangað inn. Ég vissum að það eru jafn ágætar borðnar upp að fulltrúa þínum þar og þér sjálfur hér. En við vísuðum því í nefndina. Má það ekki fara þangað til umræðu? Síðan hinga til endanlega umræðu. Þar sem allt tekið upp og það þetta ávarp alla. Það eina sem ég að segja. Látum þennan hring ganga sinn bara gang og leifum öllum kjörnum fulltrúum og nefndarmönnum að taka þátt í umræðunni. Öllum. Ekki bara okkur hér 9. Takk. Við gerum fundarhlé. Við hefjum þá funda 9. Sigurður var búin að biðja orðið. Gjör svo vel. Ég hasta nokkra vill og ég hafa það að stiltast. Já. Það endurbætur, þannig að þú þarft ekki að gera það. Já, ágæti forseti. Ég kem hér undir málinu yrkjusjóður. Ekki satt? Mann ekki. Fyrsta mál. Það fyrsta mál, já. 1250. fundi Bæjarráðs sem haldið var 10. Og áður fyrir fundarhlé hélt hérna endurtók í rauninni Theodór sömu ræðu og hann flytur nánast á hverjum einasta fundi það hvernig þetta væri nú eiginlega í íbúðarhreyfingunni, hvort að við tölum ekki saman, hvort það væri engin starfsemi, hvort ég væri eini fulltrúin og svo framvegis. Mér finnst þetta ljótuleikur, mér finnst þetta vond pólitík og bara ósiðlegt að reyna í hvert skipti sem að þessi ágæti bæjarfulltrúi hefur möguleika á að grafa undan trúverðuleika pólitískra andstæðinga að hans mati. Mér finnst þetta lélegt, mér finnst þetta eiginlega bara til skammar fyrir þig. Já, mér finnst það svona vinnubrögð, þetta léleg pólitík, þetta klækja pólitík sem að fólki í landinu bara löngu orðið þreytt á og mér finnst þetta til vansa. Ég var hérna með 2 tillögur til viðbótar sem að ég lagði fram áðan og
þær fjalla skógræktarmál, önnur þeirra fjallar hérna að Hamrahlíðarskóginn og að Mosfellsbær taki til hendinni og hérna styrki skógræktina til að gera þarna við göngustíga og grisja skóginn og svo framvegis. Og hinn tillagan hún fjallaði það að gera svona skógræktarskipulag fyrir Mosfellsbæ. Það er þannig að skógræktin hefur verið að vinna svona skipulag fyrir sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og við fórum hérna fyrir nokkrum árum og síðasta kjörtímabilið þá var haldinn hérna fundur í listasalnum þar sem að fulltrúi skógræktarinnar kom og gerði grein fyrir borgarskógrækt skipulaginu sem að hérna Reykjavíkurborg lét gera. Á þeim fundi lýstu flestir og meðal annars þáverandi og núverandi bæjarstjóri yfir hérna ánægju sinni með hérna þessa hugmynd og þess vegna legg ég þetta til og ég legg til bara að henni verði vísað til umhverfisnefndar og skipulagsnefndar þeirri tillögu. Og ég náttúrulega í fyllsta rétti að bera hér upp tillögur eins og hérna aðrir nefndarmenn í Mosfellsbæ og ég vil bara senda þær sem veganesti inn í vinnu umhverfisnefndar og skipulagsnefndar. Fólk fær þá hérna tíma í millitíðinni til að huglega þær og mætir þá kannski bara mjög vel undirbúið líka á fundinn. En sem sagt þetta eru tillögur íbúðarhreyfingarinnar og hérna og ég vil sem sagt óska eftir því að þeim verði vísað annars vegar til umhverfisnefndar og hins vegar til umhverfisnefndar og skipulagsnefndar. Theodór og svo Bjarki. Henni er mættur hér, nú er kannski til að ljúka þessu líka en það er alls ekki rétt sem að bæjarfulltrúi Sigurinn segir að ég sé ykkur klækjapólitík eða kasta ykkur óhráður í ykkur pólitíska andstæðinga sem lít svona ekki að við erum kjörnir fulltrúar hérna og við getum ekki verið pólitíska andstæðinga þegar kemur þessi á skógrækt. Það er ótrúlegt að lenda í því. Eina sem ég sagði, stend við og kannski kemur aftur fram hér að nú gefur hún fólki tækifæri á því að undirbúa sig, allir nefndarmenn með tillögur hennar, eins og hún sé upphaf og endir alls góðs, þá held ég bara að við eigum að nota nefndirnar, ég sagði það bara, og fulltrúi íbúðarhreyfingar í öllum nefndum, hefur tillögurétt, þeir sem ekki eru, sem eru, sem eru áheyrnarfulltrúar, geta komið tillögur og allt í góðu. Þannig ég legg áfram til að það sé notað, ég var ekki að skipta með neitt á uppsetningu eða fyrirkomulega íbúðarhreyfingarinnar, bara að nota formið eins og það er ætlað okkur. Og við ræðum svo hér í þessum stóli og þessum fundi hér allt sem okkur dettur í hug. En ég er bara að tala um formið, Sigrún, ekkert íbúðarhreyfinguna og ég líti ekki á það sem pólitískan andstæðing. Ég kjörin fulltrúi fyrir alla íbúa Mosfellsbæjar, líka þá sem eru í þínum flokki og ég gerir ráð fyrir þú sett líka að vinna fyrir þá sem kusu okkur. Tala nú ekki um skógrækt, eins mikið áttu það nú er. Takk. Bjarki Ingarsson. Forseti, þetta nú var að tegja svolítið á vanginn. Auðvitað hafa allir bæjarfulltrúar rétt á tillöguflutningi og það er svo að nýta sér það. En þá vil ég taka einn punkt hérna núna í umræðinni. Einn tillaga sem að fulltrúi M-lista kom með fram áðan var svokallað grænt skipulag. Það sem hefur komið inn í skipulagsnefnd og vísað til umhverfissviðs til vinnslu, það sem það er í vinnslu núna. Þar á meðal er tekið á skógrækt. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingar hefur verið bent á þetta að þetta er komið á stað gegnum skipulagsnefnd, er í vinnslu á umhverfissviðinu
En samt kýs hann til þess að flytja þessa tillögu hérna við þetta borð. Ég spyr hví er það gert? Þegar að málið er í farvegi og þessi tillaga taka það upp er algjörlega óþörf. Sigrún Björnsson. Já, ágæti forseti, ástæðan fyrir því að ég ber upp þessa tillögu á fundi bæjarstjórnar er einfaldlega svo að ég hef þennan tillögurétt og eins og aðrir bæjarfulltrúar eins og við erum búin að ræða, þá var tillögu vísað á bæjarráði að ræða skógræktarmál í umhverfisnefnd almennt. Ég er í rauninni með tillögum mínum að taka undir það og koma með viðbót við þær tillögur og þess vegna hef ég óskað eftir því að þeim verði þá vísað til umhverfisnefndar og skipulagsnefndar þessum tillögum. Ég er bara, þetta er mitt hlutverk, ég fæ fyrir þetta laun að vinna í þágu sveitarfélagsins og ég vil gera það eins vel og ég get og þess vegna hef ég bara undirbúið þetta mál og ber upp þessar tillögur og gef þá nefndinni smávegis veganesti og ábendingar hvað fulltrúi íbúahreyfingarinnar í umhverfisnefnd mun ræða á þessum fundi. Fleiri hafa ekki hvað sér ljós. Þetta fyrsta mál eru önnur mál sem vilja að ræða undir í þessari fundargerð. Já, bara ég vil að það er sérstök atkvæðagreiðsla, það gefur á sjálfu sér er það ekki? Það leiðir af eðli máls að þar sem að þú ert að leggja til að ákvörðun bæjarráðs verði snúið við, þannig að við þurfum að taka fyrsta mál fyrir sérstaklega. Það er enginn sem kveður sér hljóðs önnur mál þessarar fundargerðar, þannig að umræðum fundargerðina sem slíka er lokið. Við tökum þá fyrir þessar. Alla fundargerð? Já, ég var að lýsa eftir því hvort að mann vildi ræða eitthvað annað í þessari fundargerð og það var enginn sem kvaddi sér hljóðs. Og þannig að hér liggja fyrir 3 tillögur undir fyrsta máli sem að eðli máls samkvæmt við þurfum þá að taka fyrir sérstaklega. Og fyrst er það tillaga M-lista að bæjarstjórn staðfesti í raun ekki afgreiðslu bæjarráðs á erindi Yrkjusjóðs og ef ég les fyrsta málsliðin í tillögunni, ég horfi nú þannig á að það sem að eftir kemur sé eins konar greinargerð, en bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar leggur til að bæjarstjórn taki ekki undir þá niðurstöðu bæjarráðs að synja ósk Yrkjusjóðs styrk upp á 150.000 krónur og ákveði þess í stað að styrkja sjóðinn. Þeir sem eru sammála þessari tillögu gjör svo ekki að merki. Að í raun og vera að styrkja Yrkjusjóðinn, það gengur í raun og út á það. Efnislega. Nú, takk fyrir og á móti tillagan er felld með 8 atkvæðum gegn 1. Þá förum við yfir í tillögu 2 sem er tillaga frá M-lista að það sem er lagt til að til þess að Mosfellsbær fari að dæmi annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og geri þjónustusamning við Skógræktarfélagið rekstur útivistarsvæðisins undir Hamrahlíð. Eru sveitarfélög með samningum Hamrahlíð? Með samningnum væri félaginu gert fjárhagslega kleift að halda við stígum og gresja skóg íbúum útivistarfólki til ánægju og yndisauka. Og það er tillaga með þessari tillögu verið vísað til umhverfisnefndar. Þeir sem samþykkja þá tillögu gjör svo ekki að merki. Takk fyrir og á móti. Tillagan er felld með 8 atkvæðum gegn 1. Þriðja tillagan er svohljóðandi.
Tillaga M-lista. Ekkert sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu á jafnmikið ræktarland og Mosfellsbær og leggur íbúahreyfingin því til að bærinn láti vinna skógræktarskipulag fyrir sveitarfélagið, samanber borgarskógrækt sem hluti af aðalskipulagi Reykjavíkurborgar. Tilgangurinn væri að skoða hvar skynsamlegt að mynda skjólbelti fyrir byggðina og búa í haginn fyrir útivistarfólk framtíðarinnar á höfuðborgarsvæðinu. Samhliða þessu væri rétt að fá landgræðsluna til að meta ástand lands og jarðvegs innan sveitarfélagsmarkana. Þeir sem og það er tillaga að þessari tillögu er vísað til umhverfisnefndar og skipulagsnefndar. Þeir sem styðja þá tillögu og svo gefa merki, takk fyrir, og á móti, hún er felld með 8 atkvæðum gegn 1. Bryndís, þú varst að biðja orðið, gjör svo vel. Viltu að Ólafur Ingi byrji undan eða? Já, það var ekki, aðeins að tellja hérna. Gjör svo vel. Forseti, þetta er búið að tegjast svolítið vítt þessi liður styrk til yrkjusjós og farið í einkennilega áttir. Mér langaði hér aðeins að gera grein fyrir því að hví við fulltrúar Samfylkingarinnar gátum ekki stutt þessar tillögur fulltrúa íbúðarhreyfingarinnar. Það í stuttu máli er það einfaldlega þannig að mat okkar er það að með þeirri samþykkt sem gerði á 1250. bæjarráðs sem því er vísað til umhverfisnefndar að hún taki til sérstaklega umræðu skógrækt í Mosfellsbæ og þar á meðal skógrækt á vegum grunnskólana þá sé stigið mjög árangursríkt skref og þar með er hluti af þessu sem var að tala upp í farvegi. Einnig, og það er kannski enn mikilvægara, það er verið að vinna að grænu skipulagi fyrir Mosfellsbæ. Það er tillaga notabene sem var sett fram í skipulagsnefnd af fulltrúa Samfylkingarinnar þar og fékk mjög jákvæðar undirtektir og er verið að ræða og er verið að vinna eftir því. Þar er tekið heildstætt á skógrækt og þar með tel ég við að margt af því sem lagt er til í tillögum íbúðarhreyfingarinnar sem hér hafa verið að fella rétt á hann, að þar sé í vinnslu. Nú hafi íbúðarhreyfingin áhuga á því að koma þessum atriðum inn í þá vinnslu að þá eiga þeir áheyrnarfulltrúa í skipulagsnefnd sem vantarlega getur komið því að framfæra og ennfremur eiga þeir fulltrúa í umhverfisnefnd og sem að ég er alveg sammála því sem komið er fram að nefndirnar eru frá vettvangur til þess að ræða og fóstra svona hluti og til að það sé miklu heppilegra að það sé rætt þar á þeim vettvangi. Nú ég ætla ekki að fara, það er margt reyndar í þessum tillögum líka sem að hér var verið að fella sem að ég tel beinlínis allavega orka tvímælis. Ég ætla ekki að vera svo gróður að segja að það sé rangt en allavega það orki tvímælis og ég ætla hins vegar ekki að vera að fara út í það hér en það tel ég að tíma okkar sé betur varið heldur en að ræða þetta. Takk fyrir. Bryndís, gjör svo vel. Já, forseti. Þessi umræða hefur teikst á langinn og orðið kannski miklu almennari heldur en þetta efni þess ágæta erindis gefi ástæðu til og ég held að það sé eitthvað víti sem við þurfum að varast í framtíðinni. En í ljósi þess að umræðan hefur nú farið svona vítt og breitt og sumir kynnu að skynja af þessari umræðu að hér værum við ekkert að gera almennt í skógrækt í Mosfellsbæ, þá vil ég nú á það benda að kafli númer 412 í aðalskipulaginu okkar fjallar sérstaklega skógrækt og ég var nú að leika mér að taka það saman. Það eru 23 reitir inn á aðalskipulaginu okkar sem eru merktir sérstaklega sem opið svæði fyrir skógrækt og þetta eru 600 hektarar sem liggja undir í þessu samkvæmt aðalskipulaginu okkar. Bara þannig að það sé það öllum ljóst þegar við erum að fjalla þetta ágæta mál hér. Í ljósi þess að það er verið að tala hér sérstaklega í tillögu íbúðarhreyfingarinnar borgarskóg
og það verkefni að þá skal líka á það minnst að það var rætt á lokaspretti aðalskipulagsins að þá var þetta fyrsta verkefni að spretta upp og kom fram þessi tillaga hvort það ætti að bíða hreinlega með aðalskipulagi svo væri hægt að móta kannski einhvern veginn skýrari stefnu skógrækt. Niðurstaðan var að það væri ekkert að gera það en það hafði þetta aðalskipulag tekið langan tíma í vinnslu en það væri algjörlega sjálfsagt að vinna sambærilegt skipulag fyrir skógrækt. Það sérstaklega niðurnjörfa líka í aðalskipulaginu okkar græni trefillinn og það einmitt athugasemd frá Skógræktarfélagi Íslands sem kom í tengslum við auglýsingu á þessu aðalskipulagi þar sem þeir fögnuðu því sérstaklega að það væri markerað inn í aðalskipulagið. En að þessu sögðu og til að gera grein fyrir afstöðu bæjarfulltrúa VAFF og D-lista þar sem að við felldum þær tillögur sem að fram hafa komið hér frá fulltrúa íbúahreyfingarinnar þá óskum við eftir að eftirfarandi bókist. Öflugt skógræktarstarf stundað í Mosfellsbæ í samstarfi við Skógræktarfélag Mosfellsbæjar og í gildi samstarfssamningur milli þessara aðila. Í vinnslu á vettvangi skipulagsnefndar vinna við grænt skipulag fyrir sveitarfélagið allt. Á umræddum bæjarráðsfundi var jafnframt samþykkt tillaga að umhverfisnefnd taki sérstaka umræðu skógrækt í Mosfellsbæ. Máli verður því til umfjöllunar heildstætt á vettvangi nefndarinnar. Bæjarfulltrúar VAFF og D-lista vilja leggja áherslu á mikilvægi þess að fagnefndir séu virkar í sínu störfum og finnst óeðlilegt að bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar sé sífellt að segja fagnefndum fyrir verkum. Sigrún Gjörsvel. Ágæti forseti, mér langar bara að segja að það allt á sömu bókina lært. Vinstra megin við borðið, það alltaf verið að það alltaf verið að gera lítið úr og í rauninni smána þá sem að ekki tilhæra sömu klíkunni en málið það einfaldlega að við höfum sem bæjarfulltrúar fyllsta rétt á því að koma á framfæri okkar tillögum, við erum á launum við það, við erum kosin til þess af íbúum, bæjarstjórn í rauninni og það náttúrulega bara samkvæmt lögum. Sá lýðræðisvettvangur sveitarfélagsins þar sem umræður eiga að fara fram fyrir opnum tjöldum. Fagnefndir, þær eru að sjálfsögðu mjög mikilvægur hluti af starfi sveitarstjórna en enga síður þá taka þær aldrei yfir okkar hlutverk og geta í rauninni ekki þjóna sama tilgangi og við vegna þess að það erum við sem eigum að tala fyrir opnum tjöldum. Þið eru í sífellu að gera lítið úr þessu þætti lýðræðisskipulagsins sem að við búum við og ég held að það fara að nálgast það að við förum að leita álits innanríkisráðuneytisins á því við hvaða stjórnskipulag við búum. Ég gerir ráð fyrir að innan tíðar verði þeim sent erindi frá íbúahreyfingunni. Viltu Bera mér sakir? Gjörsvel. Já, forseti, mér langar bara að hafna alfarið þessum málflutningi. Ég ætla líka að benda á það að ég kosin hér á íbúum einmitt til að segja mína skoðun og þetta er mín skoðun og skoðun okkar í meirihlutanum sem ég las hér áðan í bókun fulltrúa VAFF og D-lista. Þannig að ég held að þetta verði að vera á báða bóga. Við höfum öll hér inni rétt til að segja okkar meiningu. Það væri þá bara áhugavert framhald á því sem að gekk hér á síðasta kjörtímabili þegar fulltrúi íbúahreyfingarinnar óskaði iðulega eftir áliti ráðuneytisins og hinn og þessu. Og það er bara ágætt ef að bæjarfulltrúinn telur rétt að það sé þörf á því og ástæða til þess að eyða tíma innanríkisráðuneytisins í því, þá held ég að það sé bara hið besta mál að fá slíka úrskurði. Ég ætla að byrja fund ekki. Viltu fá það, ef ekki að afgreiða málið og gera svo fundalið, þannig að við klárum fyrsta dagskrárliðinn. Já, ég er að
skrifa bókun. Já, við gerum fundarhlið þegar að afgreiðslu fundargerðarinnar er lokið, þannig að þú getur bókað við fyrsta, það er áskilið. Þannig að það er tækifæri til þess áfram. Ég ætla þá nú að bera upp afgreiðslu bæjarráðs í fyrsta máli, sérstaklega þar sem það var óskað eftir því áðan. Þeir sem að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs í fyrsta máli varðandi yrkjusjóð, gjörsókjafamerki. Takk fyrir og á móti. Afgreiðsla bæjarráðs er samþykkt með 8 atkvæðum gegn 1. Þá ber ég fundargerðina upp að öðru leyti. Þeir sem að samþykja hana gjörsókjafamerki. Takk fyrir, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Áður en við gerum fundarhlé, þá vil ég úr þessu sæti nefna eitt. Við störfum hér við þetta borð eftir dagskrá. Það er mjög mikilvægt að við virðum þá dagskrá sem við setjum okkur á bæjarstjórnarfundum. Og annarkvort, og það gildir sama með allar nefndir bæjarins að dagskráin sé höfð að leiðarljósi þegar að mál koma til umræðu á þeim fundum. Og þeir koma svo, þessa fundagerðir svo koma til afgreiðslu hjá okkur. Að öðrum kosti erum við að fara út víðan völl. Þess hefur aðeins gætt hér. Og ég óska eftir því að við hefum gott samstarf það að ef menn vilja að það sé einhver sérstök mál tekin fyrir í einstökum nefndum eða bæjarráð eða bæjarstjórn, að þá komi þau sérstaklega á dagskrá sem slík og allir geti verið undirbúnir og við virðum dagskrána sem við erum að starfa eftir. Getum við sæst á það? Það væri, held ég, til mikil að bóta, þannig að við værum þá allavega að ræða sama málið hverju sinni. En að þessu sögðu þá gerum við fundarhlé. Við hefjum þá funda 9, Sigrún Gjórsóðir. Já, ágæti forseti, ég er hérna með bókun sem ífelast mótmæli gagnvart bókun D-lista eða var það D-vaff, hverju stóða bókunni? D-vaff-listi, var það ekki? Já. En hún hljóða svo: bæjarfulltrúi og íbúðarhreyfingarinnar mótmælir harðlega þeirri tilhæfulausu ásökun D-vaff-lista að fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar sé að ráðskast með fagnefndir, nánar tiltekið umhverfisnefnd og skipulagsnefnd, með því að senda þeim tillögur úrbætur í skógræktarmálum. Það er hlutverk bæjarfulltrúa að vinna málefnum sveitarfélagsins, setja sig inn í mál og koma vitneskju sinni og tillögum á framfæri á opnum fundum bæjarstjórnar. Fyrir þar þiggja bæjarfulltrúa laun frá bæjarbúum. Íbúðarhreyfingin hefur reynt að sinna því hlutverki eftir bestu getu og mun halda ég áfram þrátt fyrir litla þolinmæði meiri hluta D-vaff-lista fyrir lýðræðislegri umræðu. Fleiri hafi ekki hvað sér ljós og við tökum fyrir fundargerð 318. fundar fræðslunefndar sem haldið var 23. febrúar. Ef enginn kveður sér ljós, þá eru 318. Ég ætla að senda á hann Sigurði. Það er 318 sem við vorum að tala um. Til ég aðeins að hingra á mig. Þá gerum við bara fundarhlé. Við þá funda 9 og það var fundargerð fræðslunefndar frá 23. febrúar, orðið er laust hana. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá er umræðum lokið og hún borin upp þeir sem að staðfesta hana gjörsókjafamerki. Því næst tökum við fyrir fundargerð fræðslunefndar frá 8. mars sem er 319. fundur, Kolbrún gjör svo vel.
Já, forseti, mér langar til að taka til máls undir máli númer 5 varðandi byggingu skóla í Helgafellslandi. Þetta er búið að vera langt og ítarlegt ferli, þessi undirbúningur að þessari byggingu og fyrir liggur þarfagreining að nýjum skóla og ég myndi segja að þetta væri eins og mikilvægasta framkvæmd sem sveitarfélagið stendur frammi fyrir þessa dagana, stór og mikil skóli sem við ætlum að byggja í þessu nýja hverfi og því mikilvægt að vanda til verka og ég held að okkur hafi tekist allavega að hinga til að gera það eins vel úr garði og mögulegt er. Það er við svona framkvæmd þá er að sjálfsögðu mjög mikilvægt að hefja þessa vegferð í góðri samstöðu. Og það er ótt að segja það að það hefur tekist í fræðslunefnd og fulltrúar fræðslunefndar hafi sýnt góða samstöðu og góðan samstarfsvilja til að koma þessu húsi á teikniborðið sem allra fyrst. En fyrir liggur þarfagreining að þessari teikningu og var kallað til við gerð forsagnar fyrir skólan var haft samráð við hagsmunaaðila í gegnum sérstaka rýnihópa og leita eftir ráðum og ábendingu frá þeim. Í þessum rýnihópum voru fulltrúar leikskólakennara, grunnskólakennara, foreldra og íbúa. Og það var einnig leitað til stjórnenda fræðslusviðs, leik- og grunnskóla, listaskóla, íþróttafulltrúa, tómstundafulltrúa og annarra stjórnenda á fræðslusviði. Í mínum huga það kemur að þessari byggingu stór og breiður hópur, þarna fá raddir allra að heyrast og athugasemdir sem gerðar voru teknar til greina og skoðaðar ofan í kjölinn á sérstökum vinnuhópi sem að fræðslunefndin hélt fyrir kjörna fulltrúa. Þannig að ég bara í mínum huga finnst mér þetta vera vegferðin hafa farið vel á stað og því ber að fagna við sínum samstöðu allur hópurinn í því að standa vel að þessu verkefni. Þannig að mér finnst þetta vera, ég endurtek það, mér finnst bara mikilvægt að þessu verkefni sé fylgt vel úr hlaði og það hefur tekist vel til. Þannig að nú liggur fyrir þarfagreiningin og verkefni geti hafist formlega. Þannig að ég veist ástæða til að benda á það að hvað rauninni ferlið hingað fram til þessa hefur gengið vel. Takk fyrir. Og Bryndís Gjörsvöl. Það er 5. mál sem við erum að ræða. Já, forseti. Já, mér langar að hrósa fræðslunefnd fyrir þessa vinnu. Hér liggur fyrir mjög góð forsögn og sérstaklega vil ég hrósa þessum vinnubrögðum. Það er mjög gott að vita til þess að þetta hafi verið unnið í samstarfi við hagsmunaaðila, íbúa í bænum, foreldra og fagfólki hefur komið að og gott og gaman til þess að hugsa að það sé samstaða þetta inn í nefndinni. Því þetta er klárlega eitt af okkar allra stærstu verkefnum á næstu misserum. Við sjáum það mjög hvað Helgafellshverfið er núna orðin stór vinnustaður og þar eru íbúðir að rísa mjög hratt. Þannig að það má búast við því að það flytji fólk mjög hratt inn í þessar íbúðir og allar líkur á því að þar verði fjöldinn allur af börnum sem muni þá vera þess gæfu aðnjótandi að vera í þessum ágæta skóla. Og mér finnst þetta mjög til fyrirmyndar hvernig staðið hefur að þessu verkefni og hlakka til að sjá þetta unnið áfram. Ólafur Ingi Gjörsvöl. Ég kem hér undir þessum sama lið. Ég tel ástæðu til þess að taka undir orð Bryndísar og Kolbrúnar að hér hafi verið unnið góð prýðisgóð og í góðu samstarfi og við alla hagsmunaaðila foreldra, samfélagið og kennara og fleiri og líka sérstaklega ánægð með að þetta verk að fara á stað. Þetta er mikilvægt, það er mikið að gerast í þessu hverfi og það ríður mikið á að þessi skóli veri tilbúin í tæka tíð. Það er samt
maður hefur ákveðnar áhyggjur og það kannski, þeim eru bæjarfulltrúar ekki að kunnu. Við höfum haft áhyggjur af stærðinni, við höfum haft allar áhyggjur eða við í Samfylkingunni að þessi skóli sé kannski ekki nægilega stór eða hvort að það hefði þurft að vera með skóla annar staðar. Og því vil langar mér svona aðeins að velta upp hérna vegna þess að ef ég fer rétt með þá minnum við að áætlaðar 1289 íbúðir samkvæmt aðalskipulagi í þessu hverfi, Helgafellshverfinu. Samkvæmt samantekt sem var aðgengilega á skipulagsnefndarfundi 24. febrúar, að þá er svo tala væntanlega hefur hækkað 68 íbúðir vegna breytinga sem hafa verið gerðar og við erum meðal annars á þessu fundi að samþykkja gjaldtöku fyrir aukin íbúðafjölda sem þetta náttúrulega þá fjölgar þessu íbúðum og væntanlega börnunum líka. Það er svona fylgir svolítið að. Því langar mér svona dálítið að heyra hvort að það sé gert ráð fyrir í þarfagreiningu fyrir skólann þessum aukna fjölda sem að væntanlega kemur með fleiri íbúðum í þessu. Þetta var þetta, en síðan annað sem ég var mjög ánægð með þessi þarfagreining, mér líst bara vel á hana mörguleyti og sérstaklega er ég ánægð með það sem ég hefði svolítið áhyggjur af. Svona í upphafi það var það, mér fannst ekki verið gert mikið ráð fyrir íþróttaaðstöðu í skólanum, en ég svona les það út úr þessari þarfagreiningu að það hefur svona heldur verið bætt í það og þá er ég svona frekar bjartsýnn á að það verið hægt að stunda íþróttakennslu samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla og er það bara hið besta mál og ég jafnvel gerir mér nú vonur það að eins og í minnisblaði íþróttafulltrúa það er talað að jafnvel að bæta enn í að sé möguleiki því að húsi aðeins stærra til þess að sé hægt að nýta það til víðtækari íþróttastarfsemi heldur en bara það sem er stundað í grunnskólanum. En það er kannski eitthvað sem eftir að koma í ljós. Þetta er nú langur bygging, eða þetta verður allavega 10 ára ferli að byggja þetta og hérna þannig að þetta getur nú kannski átt að breytast, en það er svo sem talað það að uppbyggingarhraðinn hann verið í samræmi við uppbyggingu hverfisins, þannig að það getur verið að þetta þurfa að gerast hraðar ef það byggist hraðar upp. En ég vil bara ítreka að það er virkilegt fagnaðarefni að þetta sé farið á stað og ég vona að þetta gangi allt saman vel eftir og verði okkur bara til sóma. Takk. Haraldur Björnsson. Já, forseti, kemur þetta upp undir þessu sama máli, það er að segja byggingu á Helgafellsskóla. Langar aðeins kannski að árétta það líka, eða kannski fyrst að segja, ég tek undir það, mér finnst það að verið staðið mjög vel að þessu verkefni, það er að segja þarfagreiningarverkefni hjá fræðslunefnd og við líka kannski búum að því við Mosfellingar að þetta er nú ekki fyrsti skólinn sem við erum að reisa, við erum dálítið vön í því orðin. Sjálfsagt það sveitarfélag sem hefur byggt flest kennslurými allavega per íbúa á nokkrum sveitarfélagum á landinu undanförnum árum og það er náttúrulega helgast bara því að sveitarfélagið okkar það stækkar og bæði er það nú þannig að það er nú vinsælt hér að búa. Þykir hér gott að búa, fólk vil búa hér og sækist eftir því og svo er okkur líka gert að svona samkvæmt þetta svæðaskipulag höfuðborgarsvæðisins að taka við töluvert stórum hluta af íbúafjölgun hér á svæðinu, það er að segja höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við erum svona, hefum gert þetta áður og mér finnst einhvern veginn að svona verklagið í kringum þetta sé alltaf verið að þróaður og betra og sem líka kannski helgast að því að það ríkir kannski svona eins og þetta verk hefur unnist fram hvað var að þarfagreininguna að það er það góð samstaða að það er búið að gera líka svona þarfagreininga áður og það var líka búið að vinna þarfagreiningu fyrir skóla í Æðarhöfða
og þetta byggja á svolítið á þeirri vinnu líka. Þannig að ég er mjög ánægður með það að þetta sé komið hennar rekspör. Vildi líka benda á það að þetta verkefni í útboðsferli, þar sem það í gangi við hönnunarútboð fyrir þennan skóla, og þessi þarfagreining mikilvægasta gagnið fyrir þá hönnuði sem samið verður við á grundvelli þessa útboðs til hönnunar mannvirkisins. Síðan hvað varðar stærð skólans og stærð hverfisins, að þá þetta hverfi raun og veru samansett úr einu gömlu eldra hverfi og svo því nýja sem að byggjast upp, þar að segja Helgadalshverfinu, og svo því sem þar hefur verið nokkur ára skeið, þar að segja gamla Helgadalshverfinu eða Ásónum og London. Saman eru þessar íbúðir sem að mynda þetta fyrirhugaða skólahverfi, og eins og ég skil þetta verkefni að þá hefur það einmitt töluverðan sveigjanleika innifalinn í sér. Það er að segja að það gert ráð fyrir því að svona gegnum sneitt sé verið að byggja húsnæði sem að eigi að hýsa það bil 600 börn, það er að segja grunnskólabörn, en það geti breyst og mun augljóslega breytast. Það er að segja það ákveðnu líftíma skólans munu verða mun fleiri börn í þessum skóla, og örugglega síðan kannski þegar framlíða stundir færri. Það fer svona kannski eftir því hvernig endurnýjun hverfisins verður þegar það eldist. Við þekkjum það hins vegar að það er algengt að svo verði. En í þarfagreiningunni og í hönnun skólalóðurinn og í forsögninni fyrir þetta alls saman einmitt gert ráð fyrir því að það getur verið mun fleiri börn í skólanum á ákveðnum tímapunkti, og það er þá gert með færanlegu húsnæði, og þá er það hluti af forsögninni og hönnuninni að því sé haganlega fyrir komið, og það er kannski eitt af því sem við höfum lært á því að vera ungt og sterkandi sveitarfélag, að einmitt gera ráð fyrir því að slíkt geti verið gert með fyrirsjáanlegum hætti. Við svolítið lenti því kannski sérstaklega kringum Lágafellsskólann að þar hefur náttúrulega sjálfsögðu verið nýtt færanlegt húsnæði vegna tímabundinnar stærðar skólans, en við hönnun hans í upphafi var kannski ekki gert nægilega ráð fyrir því hvar slík aðstaða ætti að vera og hvernig hún tengdist best því húsnæði sem byggt er og ætlast til að standa aldur og ævi. En þannig einmitt hugsað til þess að það sé hægt að bæta við færanlegu húsnæði sem að þá er nýtt á ákveðnum líftíma skólans og er í raun og veru mjög skynsamlegt að gera, því ekki viljum við byggja skóla sem á að hýsa kannski 800 börn og gera það kannski bara í 5 ár, en við gerum ráð fyrir að skólinn lifi í 20 ef ekki 100 ára. Þannig nýtum við féð á sem bestan hátt og sem okkur ber náttúrulega að gera sem bæjarfulltrúar. Síðan þess utan er þarna náttúrulega líka verið að gera ráð fyrir því samtengd, eða við erum að tala um samtengdan grunn- og leikskóla á þessum stað, þessari tilteknu skólalóð, þannig að það bætist á við þau leikskólabörn sem að verða rúmlega 100 væntanlega tengd þessum skóla. Og því til viðbótar erum við með aðra skólalóð í þessu hverfi, þar sem gert ráð fyrir öðrum leikskóla, því að hverfi að þessari stærð það sem talað eitt skólahverfi, þá einn grunnskóli á þessari stærðargráðu og svo 2 það bil 4 deilda leikskólar. Annar leikskóli verður þá byggður með grunnskólanum og rekinn með honum, og sama hátt verðum að gera með Krikarskólan, og svo þá hinn leikskólinn þá byggður annar staðar, sérstaklega skólalóð sem skipulag gerir ráð fyrir. Og þannig að ég held að það sé búið að hugsa einmitt mjög vel fyrir því að við vitum nokkurn veginn stærðargráðu hverfisins, við vitum hins vegar ekki alveg núna eðli máls að segja hversu hratt það byggist upp.
En við getum brugðist við því á svona mjög auðveldan hátt held ég og það sé búið að hugsa fyrir því. Ég vil líka nefna það að þó að íbúðunum, það sé að bætast við einhverjar 50-60 íbúður hugsanlega hann í hverfinu, að þá þýðir það ekki endilega fleira fólk af fleiri börn. Því íbúðunir eru einhverju leyti minni, það er ekki gert ráð fyrir jafn stórum íbúðum og var í upphaflega skipulagi, heldur eru þar minni, sem getur þá þýtt það að fjölskyldustærðin það er fleiri minni íbúðum allavega, en því þá kannski að fjölskyldustærðin er minni. Þannig að það þarf ekki endilega að vera sama sem merkir þess að íbúunum fjölgi og að íbúunum fjölgi. En auðvitað mun það gerast eitthvað, en það þarf ekki að vera alveg í sama hlutfalli. Það er eitthvað sem við kannski vitum ekki nákvæmlega núna. Það gerist reyndar eftir fjármálahrunið að þar gerist það til dæmis í Lágafells-skóla hverfinu og var svona hluti af því að þar fjölgaði börnum meira heldur en hafði að vera áætlað, að þar fór fólk að búa þrengra og að bílskúrunum er breytt í herbergi og skrifstofunum og svona fólk þrengdi svolítið að sér. Nú veit maður ekki hvað gerist alveg næstu árin. Það er mikill uppgangur í íslensku samfélagi þessar mundir og hvað það þýðir svona með hvernig fólk mun búa á næstunni, en svona allavega er þetta svona þær breytur sem að þarf að hafa í huga. En ég held að við höfum alla möguleika til þess að bregðast við öllum þeim kríturjum sem upp geta komið í þessu hverfi og að þjónustað þá íbúa og þau börn sem þarna muni búa á fyrsta flokks átt. Það er svona mín tilfinning. Sigrún Gjörsvöld. 15 mál. Já, ágæti forseti. Ég ætla nú líka bara að fagna því að þetta verkefni er vel á veg komið að undirbúa skólabyggingu í Helgafellslandi. Á fundinum þar sem að sérfræðingarnir kynntu þessar tillögur, þá hafði, hvaða læti á fundinu þar sem að sérfræðingarnir og hönnuðir skipulagsins eða útboðsins kynntu kynntu Helgafellsskóla fyrir bæjarráðsmönnum, þá einmitt spurði ég af því fyrir hönd íbúahreyfingarinnar hvort að gert væri ráð fyrir íþróttaaðstöðu í þessum útboðsgögnum og ég fékk það svar að svo væri ekki og það ætti líklega ekki að byggja íþróttahús þarna við skóla. Ég fagna því þess vegna mjög að í þessari nýju þarfagreiningu sé íþróttasal, gert ráð fyrir íþróttasal og jafnvel lítilli kennslusundlaug ef að þörf krefur þegar að þetta verkefni verður að veg komið. Þannig að ég held bara að þetta sé allt á mjög réttu róli. Það sem mér finnst hins vegar áhyggjuefni þegar ég fer að heyra allar þessar tölur af börnum, nú er þetta mjög lítill reitur þar sem að skólinn verður staðsettur og þarna eiga að vera ef að sem sagt þessar spár ganga eftir og það verði hana yfir 700 nemendur auk leikskólabarna, þá eru komin yfir 800 börn á hennar litla reit. Ég sé það ekki alveg fyrir mér, þannig að ég held að við ættum aðeins að kannski staldra við og huga því hvort að þetta bara gangi eftir. Svo er það þannig til dæmis í skólaskýrslu fræðslusviðs, þá er talað að það þurfi 2
2 sett af sérkennslu aðstöðu í skólum með 700 nemendur. Það er sem sagt upp að 600 nemendum er hægt að nota aðstöðuna en leið og þau fara yfir þessi 600 börn þá fer að vera þörf á 2 settum af sérkennslu aðstöðu. Já, þannig að ég held að það gæti orðið stórt vandamál í þessum skóla ef ekki er vel hugað að því líka. En þetta er jákvætt. Haraldur Gjörsal. Já, forseti. Fyrsta lagi varðandi stærðar skólalóðurinnar, þá er ég nú ekki sammála því að hún sé lítil. Hún er nú 2 hektarar skólalóðin. Ég held að það sé stærsta skólalóð sem að til í Mosfellsbæ og það sé engin ástæða til þess að hafa áhyggjur af því að það var eitt af útgangspunktunum í rammaskipulagi og deiliskipulagi þessa hverfis að þarna væri einmitt mjög rúmgóð og góða skólalóð og hún er það. Ég held að það þurfi enginn að hafa áhyggjur af því. Það var reyndar eitthvað annað sem ég ætlaði að svara, ég bara búin að gleyma því hvað kom þarna. Hvað segirðu? Íþróttahúsið. Já, íþróttahúsið, nákvæmlega, íþróttahúsið. Það var fyrir parturinn. Að íþróttaaðstaðan. Ég kannast ekki við það að minnst ef ég ekki verið viðstaddur þá umræðu að því ég hafi verið neitað að þetta var íþróttaaðstaða í þessum skóla. Ég man hins vegar eftir því að hafa verið spurður á því að bæjarfulltrúa íbúðarhreyfinganna á Bæjarássundi hvort þetta byrja íþróttamiðstöð í Helgaholtsskóla og ég svaraði því til að það stæði ekki til. Það væri íþróttamiðstöð að Varmá hér og annur í Lágafelli og það var ekki það að ræða. Hins vegar þyrfti að byggja íþróttaaðstöðu í skólanum sem væri til þess fallin að uppfylla það að vera að kenna börnum á grunnskólaaldri og leikskólaaldri íþróttir eins og aðalnámskrá gerir ráð fyrir. Eðlilega íþróttaaðstöðu við skóla og eins og er yfirleitt þó að það sé svo sem dæmi það að einstakir grunnskólar hafi ekki íþróttasali eða íþróttaaðstöðu og börnum sé þá kennt það annar staðar. Það er svo sem bara dæmi það í öðrum sveitarfélögum, það er eins og ekki hér. Og ég tel því að það hefur engin grundvallar breyting, engin breyting átt sér stað á því að það hefur alltaf staðið til að við þennan skóla væri íþróttaaðstaða. Það þarf hins vegar að haga henni í samræmi við þær þarfir og þær skyldur sem að skólastarf kallar á. Það getur síðan vel verið að með tíð og tíma sjáu sveitarfélagið sig hag í því að byggja hérna einhverja stærri íþróttaaðstöðu sem geti þjónað fleirum heldur en grunnskólanum eða skólanum sem slíkum. Það getur þá verið aðstæða fyrir íþróttafélagið eða félögin, kunna þeim mun fjölga hér í bæ. Það er þá bara ákvörðun sem að verður þá tekin ef og þegar að því kemur. En vegna þess að skólalóðin er rúm og gert ráð fyrir góðu svæði þetta þá eru allir möguleikar til þess. Hvað síðan varðar sundaaðstöðu þá eins og staðan er núna og fyrirsjálfur næstu framtíð þá höfum við nægilega afkastagetu til sundkennslu hér í okkar sundlaugum í bænum og við erum í dag að leigja Reykjavíkurborg aðstöðu að Varmá til þess að þeir geti sinni sundkennslu í skólum hér í nágrenni við Mosfellsbæ. Þannig að við höfum í dag umfram afkastagetu sem að við getum þá nýtt til þess að kenna börnum í Helgaholtsskóla að synda. En komið til þess að sú aðstaða með tíð og tíma
sé ekki nægilega mikil og ekki, þá höfum við líka svigrúm til þess að byggja hann upp á þessum stað. Þá með lítilli laug, svona sem kennslulaug. En svona eins og staðan núna, þá ekkert útvill fyrir þess þurfi nokkuð tíma. En það hins vegar hægt gert ráð fyrir því, það sé hægt ef á þarf að halda. Og það einmitt, finnst mér vera það góða í þessu öllu saman, að sveigjanleiki fyrir hendi. Og við erum ekki að taka hér ákvarðanir, hérna sem við sitjum við þetta borð núna á þessum tímapunkti, fyrir komandi bæjarstjórnir eða sveitarstjórnir af kynslóðir. Heldur eða svo ákvarðan sem við tökum raun og veru svo, að það sé hægt að taka hær ákvarðan á þar að halda á þeim tíma sem að ræða. En við erum ekki að njörfa niður einhverja fermetra eða hvort það er þessi aðstæðan hinn. Heldur það er hægt að aðlaga það að þeim aðstæðum sem upp eru hverju sinni og svona hvernig hagur sveitarfélagsins er og hvað er skynsamlegast að gera. Því það getur náttúrulega breyst. Þó okkur langi ofta að líti í Kristallskólanu og að vita hvað útrunnin kemur, þá er það spádóma ofta til. En þarna er allavega að mínum að þannig hlutum fyrir komið að hægt að bregðast við þeim aðstæðum sem upp getur komið á næstu árum og áratugum. Sigrún Gjörsvel. Já, ágæti forseti. Ég get fullvissa fulltrúa D-lista Harald Sverrisson bæjarstjóra það að hann var á þessum fundi sem að ég spurði hann að því hvort að byggja ætti íþróttahús í tengslum við Helgafellsskóla. Og ég taldi mér fá það svar að það væri ekki þörf á því, það væri næg aðstaða í Mosfellsbæ. Og því miður bara held ég að okkur ber ekki saman í þessu máli, en þetta var það sem að ég upplifði og það staðfesti líka samantekt íþróttafulltrúa sem ekki telur heldur að það þurfi sérstaka byggingar fyrir íþróttaaðstöðu samkvæmt minnisblaði sem fylgir þessu mál. Ég ætla að gefa sjálfum mér orðið þar sem að mér sýnist vera að koma að lokum þessara umræðu í þessu 5. máli. Ég sé ríka ástæðu til þess að þakka öllum þeim sem að komu að vinnunni við þessar þarfagreiningar og að rýna þær og þakka fyrir bara mjög gott samstarf í fræðslunefnd við það að koma þeim þessu máli þar sem það er komið, þannig að það sé tilbúið til þess að fara í hendurnar á hönnuðunum til þess að vinna með það áfram og bara það var bara virkilega ánægilegt að taka þátt í þessari vinnu og hvað allir voru samtaka í því að koma málinu áfram og það var ánægilegt að vera þáttakandi í því og bara þakka fyrir það og ég vil bara leggja sérstaka áherslu að það er mjög mikilvægt að fólk sé tilbúið að koma á borðinu og taka þátt í starfi svona rýnuhópa, hvort sem að það eru foreldrar, starfsmenn eða hverjir eða íbúar almennt, eins og við fengum til þess að koma og taka þátt í þessu og hafði mikinn áhuga á því að koma að og fyrir þetta allt ber að þakka. Eru fleiri sem vilja ræða 5. málið? Þá er umræðan lokið 5. mál. Kolbrún hefur beðið orðið, Gjörsvel. Já, forseti, ég vil langa til að ræða mál nr. 1 varðandi skóladagatöl. Það var gerð könnun á meðal foreldra í grunnskólum bæjarins afstöðu þeirra til vetrarleyfa. Það er nú fátt sem að hefur verið jafn mikið rætt og hér á meðal foreldra, það eru vetrarfríin og þau náttúrulega koma stundum svo verðist alltaf óvart ár eftir ár. En sem sagt, nú var gerð könnun og niðurstaðan er þessi og sem sagt var tekin afstaða til niðurstaðana
að í vetrarleyfum skólana í Mosfellsbæ þá verður sem sagt, fyrir næsta starfsár 2 dagar fyrir áramót og 2 dagar eftir áramót og það virtist vera svona langflestir sem það vildu. Skólastjórar komu á fundinn og gerðu grein fyrir skóladagatólunum og hvað lá að baki til dæmis niður starfsdaga í leikskólum. Leikskólastjórar komu og þar kom fram að einn leikskóli gerði könnun á meðal foreldra og starfsmanna hvenær þeir vildu helst hafa starfsdagana og það virðist vera svona margar ástæður fyrir hvernig þeim raðað þarna niður og einn leikskóli vill hafa Hulduberg lokað milli jól og nýjárs og það virðist vera mikill vilji og einhugur meðal foreldra að það væri besti kosturinn. Þannig að núna liggja skóladagatölum fyrir næsta skólaár og vonandi verður nokkuð sátt þessi vetrarfrí og starfsdagana og því þannig þegar könnunin var gerð að allir fengju að láta, segja skoðun sína en þetta sem skoðun meirihlutans og eftir því var farið og svo náttúrulega bara að hvetja foreldrar til að kíkja á skóladagatölin þegar þau eru gefin út og gera plönin samkvæmt þeim svo ekkert komið nú óvart. En takk fyrir. Haraldur Gjörsöl. Já. Já, forseti, ég vil langar að koma hér og tala líka þetta sama mál og bæjarfulltrúi Kolbrún var að gera, það er að segja skóladagatölin. Ég vil langar að hrósa fræðslunefnd aftur nú fyrir það svona vinnubrögðin í þessu tiltekna máli að kanna sérstaklega hug foreldra hvað varðar uppsetningu á skólatalinu og sérstaklega það með tilliti til hvenær vetrarfríin eiga sér stað. Maður hefur stundum svona haft á tilfinningunni hvort sem það er með rétt eða röngu að svona það sé ekki endilega sko foreldrarnir og svona þeir sem að eru í skólunum sem að svona hafi mest áhrif á það, þetta er kannski meira hvernig er hagkvæmast að setja upp kennsluplanið og svo framins, það náttúrulega horfa á það að sjálfsögðu líka og maður heyrði það hér í haust þegar að ákveðið hafi verið að skólafrí eða vetrarfríð allt á haustun og á einni viku að það var ansi margir miskusti sem að komu máli við okkur hér og svona voru ekki alveg alls kostar ánægðir með það og sérstaklega svona í ljósið þess að skólinn var nýbyrjaður og þannig það væri ekki gefið færi á því að nýta tíman svona, hvað heita það, útimánuðir, er það ekki, svona janúar, febrúar, mars þegar að hægt er að fara á skíði eða aðra slíka hluti og voru svona og líka það væri erfitt vik fyrir foreldra að bara taka sér frí í heila viku og það verður þá frekar hægt að koma því við ef þetta verður tengt við helgar eða slíkt. Þannig að maður heyrði óánægju þetta. Fræðslunefnd brást við því með því að láta gera könnun meðal foreldra. Það var svo sem það er hægt að lesa ýmislegt út úr könnuninni en svona mér finnst það samt að niðurstaðan sem að fræðslunefnd kemst að hún endurspegla eins og hægt svona vilja meirihluta foreldra. Og mér finnst það gott og finnst þetta vinnubrögð til fyrirmyndar og það ætti þá að svona minnka þá gagnrýni sem hefur verið á það hvernig vetrarfríin eru þó að auðvitað sé þetta þannig að það séu náttúrulega mjög margar skoðanir á því. En það er þá allavega hægt að segja að það hefur verið tekin ákvörðun sem byggir á einhverjum rannsóknum og sem að svona endurspeglar þá vilja meirihlutans eða má orða það þannig að ég bara þetta vinnubrögð til fyrirmyndar við Fagnheim. Ég sé ástæðu til þess að gefa sjálfur mér orðið enn á ný. Kannski bara rétt að minna á það eða rifja það upp fyrir okkur að þetta er ekki fyrsta skipti sem að gerð skoðanakönnun á meðal foreldra til þess að kanna hug þeirra varðandi þessi mál. Og það eins og Haraldur kom að þá má lesa með réttu gleraugunum ýmislegt út úr þessu niðurstöðu og þannig að það mátti í fyrri könnunum líka gera og eitt af því sem að ég rifja upp frá fyrri könnun var að
kom þá út var skýr vilji til þess að ef páskarnir væru mjög snemma þá var framkvæmdin var aðeins með öðrum hætti á þeirri könnun að þá var svona meiri áhersla á að fá þá lengra frí á hausti heldur en það var ekki eins rík þörf á vetramánuðum vegna þess að páskarnir kæmu snemma og þá væri möguleikarnir til þess að fara á skíði í mars og svo framvegis. Þannig að þetta eru margbreytilega þarfir foreldrana og það er alltaf verið að reyna að taka tillit til þess frá ári til árs. En það er rík ástæða til þess að þessar kannanir séu gerðar frekar oftar heldur en sjaldnar og til þess að halda þessu til haga. Hver sjónarmiðin eru og fá þau til upprifjunar fyrir bæði, ekki bara pólitíkina, heldur líka fyrir stofnanirnar það hverjar óskirnar eru. Þannig að það komist alltaf, það sé rifjað upp fyrir öllum viðkomandi. En Sigrún Gjósvel. Já, ágæti forseti, ég er sammála þessu sem að þið hafa verið að segja hérna, þetta er alveg til fyrirmyndar með skóladagatali að hafa samráð og svo framvegis og það ber að þakka. Það er eitt sem að við höfum rætt hérna áður á bæjarstjórnarfundi, það er í tengslum við fjölmenningarsamfélagið. Nú eru hérna skólarnir konir með gasalega nýjar og fínar heimasíður og þeir eru líka búinir að setja kennsluáætlunina á heimasíðuna. Ég held, eða sem sagt skóladagatali, ég held að væri, en það vantar sem sagt tengil á önnur tungumál eða sem sagt það væri mjög vel til fallið að hafa kennsluáætlun á heimasíðu á vef skólana og mér langar bara að koma því á framfæri við formann fræðslunefndar. Bryndís Gjósvel. Já, forseti, mér langar að taka undir þakkir bæjarstjóra til fræðslunefndar og starfsmanna fræðslusviðs og skólan okkar. Ég held að þetta hafi verið vel til fundið að kanna afstöðu foreldra því maður heyrði hér í haust að það var svona, fólk hafði miklar áhyggjur og fannst þetta óþægilegt að verið að gera einhverja breytingar og svona. Þannig ég held að það sé mjög gott að kanna afstöðu foreldra og eins og hér hefur komið fram, auðvitað eru aðstæður mismunandi og erfitt að koma til móts við alla, en þá er ástæða til þess að horfa á það sem að meiri hlutin vill og fylgja því sem við erum að gera hér. En svo held ég að skipti líka svolítið máli fyrir fólk að það aðlagast að það sé einhver hefð, að þetta sé svona og þá skipuleggur fólk sig í kringum það. Og eins og bæjarfulltrúi Kolbrún kom hér inn á að benda fólki á að skoða dagatölin og þá getur fólk skipulagt sig fram í tíma. Þá held ég sé mikilvægt að skólastjórnendur sendi þetta út á foreldrana og ágætis ábending hér frá fulltrúa íbúarhreyfingarinnar, einmitt að það sé kannski á fleiri en einu tungumáli, þannig að það sé það öllum ljóst öllum foreldrum við skólana að hvenar þessi vetrarfrí munu koma til á næsta skólaári. En forseti, mér langaði líka að taka til máls undir öðrum lið, má ég halda áfram? Ég ætla að athuga fyrst hvort að það sé einhverju fleiri sem vilja tjá sig fyrsta mál. Svo verðist ekki vera, þá halda áfram, gjör svo vel. Takk fyrir. Það er mál númer 4, innleiðingar rafrænna prófa. Ég er sérstök áhugamanneskja rafræna stjórnsýslu og rafræn mál almennt, þannig að ég fagna þessu mjög að ráðuneyti sé að feta sig áfram í þá leið að leggja próf fyrir rafrænt og bara mjög spennt fyrir þessu verkefni og til það vel til fundið. Stundum eins og við séum ansi aftarlega á merinni hvað þessa hluti varðar, sérstaklega í ljósi þess hver tölvueign og internetnotkun er almenn hér á landi. Framtíðin er að þetta stinga fólki beint í samband og tappa bara af heilabúinu og fá hvað er það til staðar.
En fleiri sem vilja tjá sig fundagerð fræðslunefndar? Ef ekki, þá umræðum lokið og þeir sem að staðfesta fundagerðina eins og einstök erindi bera með sér. Sigrún, vildu þú? Nei, bara, ekki að staðfesta. Eins og einstök erindi bera með sér, gjör svo ekki að merki. Takk fyrir, hún samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir næst fundagerð 197. fundar Íþrótt- og tómstundanefndar sem haldin var fimmtudaginn 3. mars. Orðið laust þá fundagerð. Ólafur Ingi, gjör svo vel. Forseti, ég ætlaði nú kannski aðeins að vekja athygli á einu liði í fundagerðinni þar sem að kannski bera kannski það svona að það varandi í öðru liðnu, það varandi fjölskyldutímana. Það hefur samkvæmt með upplýsingum sem við höfum í Íþrótt- og tómstundanefnd að þá hefur þetta heppnast bara með miklum ágætum og þær áhyggjur sem að fulltrúinn í nefndinu höfðu upphafi að hugsaðum árekstrum við aðra notendur á íþróttastöðinni í Varmá að það hefur ekki komið upp á, heldur hafa þeir sem hafa séð þessa tíma, þeir hafa verið mjög útsjónarsamir að finna lausnir til þess að leysa það þegar að túrningar hafa verið í húsunum og hafa lagt undir sig alla íþróttamiðstöðina og hafa farið þá ýmist út og labbað á fjöll eða frá skíði eða eitthvað slíkt og þannig að þarna komin hlutur sem að þetta eru tímar sem eru fyrir fjölskyldur og eru ókeypis og ég vil bara hvetja fólk til þess að nýta sér þetta. Þetta er virkilega gott framtak og þessu ég vil helst vekja athygli á þessu að þetta hefði bara að vekja lukku. Ég ætla nú ekki svo sem ég má kannski bara örlítið, finnst ég að fara að hrósa, að taka aðeins lið nr. 1. Gjör svo vel. Varandi kjör á íþróttamanni og konu Mosberg. Þetta náttúrulega árlegur viðburður sem hérna á ferðinni og þó ég hafi nú því miður ekki getað verið viðstaddur þessa ágætu athöfn að þá var það haft fyrir satt að þetta sömuleiðis hefði tekist mjög vel og eins og hefur nú þetta verið undanfarin ár og það svona frekar hvatti þess að við látum ekki heldur deigan síga þarna, heldur höldum þessu áfram. Þetta er mikilvægt til þess að hvetja æsku okkar og íþróttafólk til dáða og þessar viðurkenningar sem þarna eru veittar eru þeim sem að það hljóta mikils virði og gefa öðrum ástæðu til þess að leggja sér fram við það sem þeir eru að stunda. Ég ætla ekki að segja mér þessar fundagerð. Takk. Fleiri sem vilja tjá sig? Svo ekki umræðum lokið þeir sem staðfesta fundagerðina gjör svo ekki að merki. Takk fyrir, hún staðfest með 9 atkvæðum. Því næst tökum við fyrir fundagerð 408. fundar skipulagsnefndar sem haldin var þriðjudaginn 8. mars. Þar orðið laust en þarna við rifjum upp kannski upphaf þessa okkar ágæta bæjarstjórnarfundar það að þegar er verið að ræða 1., 2. og 5. mál að ef þeir sem eru að ætla að æskja þess að taka til máls að ef að það er vegna þessara mála að láta þá vita strax ef að það svo er. En Bryndís, gjör svo vel. Er það vegna einhverja þessara 3 mála? Já. 1. og 2. máls á dagskrá. Bjarki, gjör svo vel. Og tækifæri til þess að viltu gefa honum tækifæri til þess að Já, þú varst búin að biðja að fá að víkja vettvangi og ég að biðja Bryndís að hingra aðeins með að hefja mál sitt þannig að þú fáið tækifæri til þess að fara fram. Já, takk fyrir það forseti. Mér langar að taka til máls undir lið nr. 1 og 2
og í rauninni fjalla aðeins þá saman og bara vekja athygli bæjarfulltrúa á því að við fengum álit frá, eða svona ráðgefandi álit frá Minjastofnun varðandi þessar 2 beiðnir sem þarna voru. Og mér finnst það fróðlegt, en ég vil hvetja bæjarfulltrúa til að lesa það. Við tókum að einhverju leyti tillit til þess sem að þar kemur fram. Auðvitað eru málin oft flókin og mismunandi hagsmunir að ræða. En til dæmis í fyrsta málinu þá leyfðum við þessar breytingar á 4. hæðinni, þó að hluti af þeim breytingum kannski fæla eitthvað í sig sem að það sem að Minjastofnun var ekki alveg að fallast á var með tillögur að annarri útfærslu, en svona eftir að hafa skoðað máli vel þá féllust við á það. En sérstaklega kannski langar mér að vekja athygli á því að þeir tala svona almennt útlitið í Kvosinni, og það var mjög gaman að fara þarna niður í Kvos með fulltrúa minjaverndar og svona horfa yfir þetta merkilega og fallega svæð okkar. Og þá fannst mér mjög áhugaverður ábending sem þau komið með að bara það að festa ákveðna liti gefi svona svolítið heildrænt yfirbragð. Því það eru auðvitað gömul hús að búa að byggja við þetta og þetta er líka svolítið skemmtilegt í kannski svona óreglunni sinni. En ábendinga þeirra til dæmis að festa þennan lit sem er svolítið afgerandi þaklitur, rauður og hvítur, geti strax gefið þessu svolítið gott yfirbragð. En í þessum málum þá hefur líka verið bent á það að það er full ástæða til þess að fara að skoða frágang á öðrum mannvirkjum í Kvosinni. Og við tökum undir það að það sé ástæða til þess, og ég held að það ýti enn frekar á okkur, og nú er að byggjast upp mikið í Helgafellshverfi og við viljum auðvitað ásýnd þess að fallega svæði sé góð. Þetta var það sem ég vildi segja lið 1 og 2, en svo langar mér líka til að taka til máls undir öðrum liðum. Við klárum alveg fyrsta og annað mál og greiðum afgreiðum það, og þannig að Bjarki getur þá komið inn á fundin. Þannig að ef við erum sammála það að við gerum það með þeim hætti, þá ef einhver hefur andstæðar á skoðuna þá vil ég fá að vita af því. Ef ekki þá orðið laust fyrsta og annað mál. Ekki fleiri sem vilja tjá sig fyrsta og annað mál. Þá ber ég upp afgreiðslu skipulagsnefndar í fyrsta og öðru máli til staðfestingar. Þeir sem að samþykkja, gjör svo að gefa merki, takk fyrir, samþykkt með 8 atkvæðum. Þá er rétt að Theodór heldur þú kallir í Bjarka. Þá Sigrún, þú varst að biðja orðið. Það er 5. mál og þá gefum við Steinunni kost á að víkja af fundi meðan að þannig að Sigrún gjör svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem fram hér undir máli Selholt, aðalskipulagsbreyting og deiliskipulag. Ég var reyndar að heyra að það er nú eitthvað breyta forsendur í því máli, er það ekki? Sem að ég vissi ekki af fyrir á þessum fundi. Að verið sé að, já, ég veit það ekki. En allavega sem sagt, þetta mál, það snýst það þetta mál var tekið til umræðu á fundinum vegna þess að Skipulagsstofnun, hún staðfesti þá synjun sína í rauninni við því að þetta skipulag færi í auglýsingu. Hún staðfesti þá synjun sína og það bréf var til umfjöllunar í skipulagsnefnd. Það sem að við í íbúðarhreyfingunni höfum hins vegar verið að ræða er að í rauninni ætti af því að þarna eru 2 ólík mál í gangi. Það er annars vegar aðalskipulagsbreyting sem á rætur að rekja til þess að þarna er einkaaðilega að óska eftir uppbyggingu í ferðaþjónustu á svæðinu. Og svo er hins vegar miklu stærra mál sem er vatnsverndarmál í Mosfellsdal. Og undir þessari aðalskipulagsbreytingu er í rauninni verið að ræða bæði þessi mál. En okkur í íbúðarhreyfingunni finnst ástæða til þess
að vera ekki að blanda svona almannamálum sem fjallum almannahagsmuni saman við mál sem að er í rauninni mjög tengt sem sagt þessari umsókn einkaaðilans við umsóknu sem sagt að fá að nýta þetta svæði fyrir ferðaþjónustu og að breyta til þess aðalskipulagi. Einhvern veginn finnst okkur að íbúar í Mosfellsbæ ættu að fá að tala sín hagsmunamál eins og vatnsverndina án þess að þurfa að blanda sér í umræður hvort það eigi að byggja þarna upp ferðaþjónustusvæði á vatnsverndarsvæðum. Mér finnst eiginlega það sem kemur á undan í þessu máli það er einfaldlega vatnsverndin og það þarf að liggja fyrir afstaða Mosfellinga til þess hvort á að nýta þetta svæði áfram sem vatnsverndarsvæði eða ekki án þess að þeir séu eitthvað að blanda sér í hitt máli. Þannig að sem sagt, og ástæðan fyrir því að það er ástæða til að aðskilja þetta eða sem sagt önnur ástæða til að aðskilja þetta er einfaldlega sú að ef að þessi aðalskipulagsbreyting verður gerð þá er innifalin í þeirri ákvörðun framtíð vatnsverndarsvæðisins og í rauninni án þess að stofna sér sérstaklega til umræðu það mál. Það er bara þannig og þess vegna langar mig að óska eftir því fyrir hönd íbúahreyfingarinnar að þetta verði sérstaklega sett á dagskrá. Það er vatnsvernd í Mosfellsdal verði sérstaklega sett á dagskrá nefnda og ráða í Mosfellsbæ óháð þessari aðalskipulagsbreytingu. Þannig það. Var þetta skiljanlegt? Já, en þetta er á dagskrá, þannig að það er verið að vinna að þessu undirbúningi vegna þess að 3 ára aðlögunartíma sem við erum og þetta skipulag var staðfest hér í bæjarstjórn með fyrirvara og mörg okkar greiddu atkvæði einungis þeirri ástæðu að þeir væri ekki að taka endanlega afstöðu til þess að þarna væri endalegt vatnsverndarsvæði að ræða. Annars hefði til dæmis undirritaður aldrei verið aðili að því að staðfesta þetta skipulag. En Bryndís, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti. Já, ég hafði beðið orðið undir þessu ágæta máli númer 5, Selholt, aðalskipulagsbreyting og deiliskipulag vegna þess að ég ætlaði að upplýsa bæjarfulltrúa það sem að gerst hefur síðan þessi ágæti fundur okkar var haldinn í skipulagsnefnd. En ég held ég verði nú aðeins að byrja á því að bregðast við því sem að Sigrún Pálsdóttir sagði áðan. Og ég held ég hafi algjörlega skilið það sem að hún var að segja, en það er bara tæknilega ómögulegt. Deiliskipulag þarf að vera í samræmi við aðalskipulag og þannig að það er aldrei hægt að taka út bara það sem að þessir ágætu aðilar eru að hugsa og hvað þeir eru að velta fyrir sér uppbyggingu öðruvísi en að þessi breytingin á aðalskipulaginu líka og ef við ætlum ekki að vinna þetta saman heldur allt í sitt hvoru ferlinu þá tæki þetta mál enn lengri tíma en nú þegar hefur tekið en þið sjáum nú á málsnúmerinu að þetta mál hefst árið 2014. En til að fara við það hvað hér hefur gerst síðan við ræddum þetta mál síðast að þá hefur aftur borist núna bréf frá Skipulagsstofnun síðast við ræddum þetta þá lá fyrir afstaða Skipulagsstofnun þar sem að þau mæltu gegn því að við myndum auglýsa þessa breytingu á aðalskipulagi á þeim forsendum að hún stangist á við svæðisskipulag og forseti var nú að lýsa því áðan en við erum kannski ekki algjörlega sammála því það er jú til uppdráttur í svæðisskipulagi sem við staðfestum og okkur er það ljóst að vatnsverndarsvæði í Mosfellsdal er mjög stórt á þeim uppdrætti, stækkaði gríðarlega milli svæðisskipulaga. Það er fyrst og fremst vegna þess að nú erum við jafnframt að horfa á yfirborðsvatn sem ekki var verið að horfa áður og þarna þarf að fara í frekari rannsóknir og það er einmitt það verkefni sem er í gangi.
Í svæðisskipulaginu höfðum við líka þennan 3 ára glugga til að aðlaga okkar aðalskipulag og til að gera þessar rannsóknir til að komast að niðurstöðu það hvað er eðlilegt vatnsverndarsvæði á þessum stað. Þannig að óhjákvæmilega þá tengjast þessi mál alltaf, það er bara þannig. Þegar við erum að tala skipulagsmál að þá erum við iðulega að tala flókna hagsmuni margra aðila. Og það er örugglega þess vegna sem löggjafinn hefur byggt þetta svona frekar flókna en ítarlega ferli í kringum slíkar skipulagsbreytingar. En skipulagsstofnun stendur við þessa afstöðu sína að mæla gegn því að við auglýsum þetta. Hún bendir jafnframt á í bréfinu sínu að okkur sé að sjálfsögðu frjálst að auglýsa skipulagið engu að síður, en við þurfum þá bara að birta með auglýsingunni afstöðu skipulagsstofnunar. Ég er ekki sammála skipulagsstofnun í þessu og eftir þetta bréf barst okkur þá fundum við hér, ég skipulagsfulltrúi bæjarins, svæðisskipulagsstjóri og líka sérfræðingarnar okkur hjá vatnaskilum sem hafa veitt okkur ráðgjöf vatnsverndarsvæði og unnu tillögurnar af vatnsverndarsvæðinu í svæðisskipulaginu. Og ég held að öll séum við sammála það að þetta er mjög svona tæknileg afgreiðsla skipulagsstofnunar. Skipulagsstofnunar er ekki að taka neina afstöðu til þess hvernig vatnsverndarsvæðið okkar ætti að vera. Þeir taka bara afstöðu til þess að uppdráttun í svæðisskipulaginu svona, það sem við erum að gera breytingar á aðalskipulaginu fer gegn því. Og þeir vilja greinilega ekki túlka þennan 3 ára aðlögunartíma okkar með sama hætti og við og svæðisskipulagsnefnd hefur augljóslega gert því þetta var búið að fara fyrir svæðisskipulagsnefnd sem ekki var búin að gera athugasemdir við þessar tillögur. Enda ganga tillögurnar út á mótvægisaðgerð sem fela það í sér að svæði sem ræðir yrði ekki vatnsverndarsvæði. Það er að segja ekki nærsvæði og ekki tengt Laxnesstígum en þá fjarsvæði Guddulaugar og þar getur svona starfsemi risið. Þannig að við veltum engum hvað þetta gera og vissulega kom það líka upp, kannski ættum við bara að prófa að auglýsa þetta og sjá hvað gerist. En bæjarfélagið hefur kannski akkurat á þessum tímapunkti enga sérstaka hagsmuni hvað það varðar því að eins og Sigrún kom inn á það snýst þetta einkaaðila sem vilja fara þarna í uppbyggingu. En það er alveg ljóst eins og forseti kom hér inn á að þetta vatnsverndarsvæði eins og það er markað í svæðisskipulagi mun taka breytingum og verður að taka breytingum. Augljóslega dæmi eru þetta bara það að Þingvallavegur þverar brunnsvæðið okkar og það gengur ekki upp. Þannig að það er það öllum ljóst að þetta þarf að taka breytingum og svæðisskipulagsstjóri hefur þegar hafið vinnu við að gera lýsingu á breytingu að svæðisskipulagi sem felur þá í sér að aðlaga vatnsverndarsvæði innan bæjarmarka Mosfellsbæjar. Og í rauninni er það ferli hafið í rannsóknum og öðru sem við höfum samþykkt hérna í gegnum bæjarráð en það tekur þá skipulagslega þættina. Ég fundaði jafnframt ásamt skipulagsfulltrúa og bæjarstjóra með þessum ágætu aðilum sem eru óskaftir sem að byggja upp þessa starfsemi og fórum yfir þessu stöðum og þarna eru aðilar sem eru að fara að byggja upp afþreyingariðnað, komið með fjármagn í það og geta sjálfsögðu ekki beðið lengi og þetta hefur nú þegar tafist í svolítinn tíma. Þannig að afstæða þeirra er svo að þeir eru ekki tilbúnir að bíða og sjá hvað verður í þessu eða bíða eftir því að sjálft svæðisskipulagið breytist. Og nú er tillaga upp að þeir færi sig hvað ég að segja? Norðaustur af því svæði sem nú ræðir. Ekki mjög langt þó að það er Langihryggur og það er svæði sem er markað í dag í aðalskipulagi sem landbúnaðarsvæði og fyrir kjúklingaeldi, breyting sem var gerð fyrir einhverjum árum síðan á sínum tíma þegar uppi voru slíkar hugmyndir. Þannig að við verðum með skipulagsnefndarfund á morgun á óeðlilegum tíma svona vegna páskafría og þar verður þetta mál á dagskrá og þá mun ég gera það að tillögu minni að skipulagsfulltrúa verði falið að hefja þá ferli við slíka breytingu. Það byrjar aftur á þessu fyrsta stigi lýsingu á breytingu aðalskipulagi sem myndi þá fela í sér að þessi starfsemi yrði staðsett þarna. Þarna er ekki nær svæði vatnsverndar að ræða, þarna er að ræða fjarsvæði samkvæmt svæðisskipulaginu en eins og ítrekað hefur komið fram að þá getur þessi starfsemi vel risið á slíku svæði. Þannig að ég held að ef að þetta verður niðurstaðan þá sé það hér bara farsæl lausn fyrir alla. Vissulega hefur þetta tekið mikið tíma
Við reyndar gerðum þessum ágættu umsækjendum það ljóst strax í upphafi þegar viljayfirlýsing var undirrituð að þetta væri allt með fyrirvara ákveðið flækjustig í tengslum við vatnsverndina og þess vegna hefur þetta tekið töluverðan tíma. En ég vona svo innilega að þessi breyting sé til þess fallin fyrir alla aðila að þetta verkefni geti þá bara átt svona tiltölulega hraðan og góðan feril hér, þannig að þessi ágæta hugmynd Víkingaþorp þarna geti risið svona á næstu misserum. Sigrún Gjörsal. Já, ágæti forseti. Mér langar aðeins að gera athugasemdir við túlkun ágæts formanns skipulagsnefndar Bryndísar á þessari niðurstöðu skipulagsstofnunar. Skipulagsstofnun í þessu bréfi sem að ég hérna með fyrir framan mig í rauninni að segja að það sé ekki hægt að búa til aðalskipulagsbreytingu sem ekki stenst svæðisskipulag og það heldur ekki hægt að gera aðalskipulagsbreytingu sem brýtur í bága við það sem framkvæmdastjórn vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu var búin að ákveða. Og það Mosfellsbær að samþykkja til 3 ára og Mosfellsbær búin að samþykkja eftir 3 ár skildi það skipulag sem að framkvæmdastjórnin var búin að samþykkja taka gildi. Og það gengur ekki að fara gegn í fyrsta lagi svæðisskipulaginu og í öðru lagi gegn eigin samþykki á því að þetta skipulag, vatnsverndarskipulag sem að tilstóða að kæmi til framkvæmda eftir 3 ár hér í Mosfellsbæ að farið væri gegn þeirri ákvörðun. Þannig að sko ef að Mosfellsbær gerir síðan aðalskipulagsbreytingu sem ekki í takt við það hvernig svæðisskipulagið og hvernig þessi samþykkt skipulagið samþykkt vatnsverndarsvæðið þá náttúrulega bara Mosfellsbær að brjóta lög og það náttúrulega ekki góð stjórnsýsla að gera það og við í íbúðarhreyfingunni stöndum bara við það að við viljum aðgreina þetta mál. Fyrst þarf að ágreiða þetta mál vatnsverndarsvæðið og hvað Mosfellingar vilja yfir höfuð gera í þeim málum áður en að farið að gera aðalskipulagsbreytingar sem að auki stangast á við lög. Og ég hérna með bókun og hún hljóðar svo: bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar telur brýnt að stofnað verði til sérstakrar umræðu í nefndum og ráðum framtíð vatnsverndar í Mosfellsdal óháð þeirri aðal- og deiliskipulagsbreytingu sem nú í vinnslu að beiðni einkaaðila á vatnsverndarsvæðinu. Að ræða risastórt hagsmunamál Mosfellinga til framtíðar og mikilvægt að íbúar fá að mynda sér skoðun á því án tillits til umsóknar einkaaðilum uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu. Aðalskipulagsbreytingin lúmsk því hún felur í sér ákvörðun framtíð vatnsverndarsvæðisins án þess að stofna sér til umræðu máli sérstaklega. Að mati íbúðarhreyfingarinnar ætti auk þess ekki að blanda umræðu almannahagsmuni saman við hagsmuni einkaaðila. Það ósanngjarnt á báða vegu. Bryndís Gjörsal. Forseti, ég ætla að gera
eina tilraun í viðbót og þið hinn fyrirgefur mér það til að segja það sem ég var að meina og útskýra afstöðu Skipulagsstofnunar í hvaða ferli máli því að við erum greinilega ekki alveg sömu blaðsíðu, ég og bæjarfulltrúi Sigrún Pálsdóttir eða kannski bara ekki einu sinni í sömu bókinni. Afstaða Skipulagsstofnunar er sú að þessi aðalskipulagsbreyting sem að við vildum auglýsa færi gegn uppdrættinum í svæðisskipulaginu. Við erum algjörlega sammála það. Það er grein hér í þessu ágæta svæðisskipulagi sem tekur á því að breytingin á vatnsverndarsvæðinu upp í Mosfellsbæ taki ekki gildi fyrir eftir 3 ár. Túlkun okkar var því á þá leið að þessi framkvæmd væri möguleg í ljósi þess að fyrir liggja niðurstöðu frá sérfræðingum í málið að það sé skynsamlegt að aftengja umrætt svæði vatnsverndarsvæðin okkar. En í ljósi þess hvernig máli er að þróast núna, þá held ég að, út af við erum búin að ræða þetta svo oft, ég held að hafa engin frekari tilgang. Ég held að við hinn flestir inni séum á sömu blaðsíðum í hvað farvegi þetta mál hafi verið hingað til. En nú er staðan sú að þessir umræddu aðilar sem eru að fara í uppbyggingu á ferðaþjónustu, þeir hafa óskað eftir að færa sig annað. Þannig að þessi umræða nákvæmlega tengt þessu ágæta þorpi þarf ekki að verða neitt dýpri eða meiri hér á þessum ágæta vettvangi. Það hvernig við ætlum að fara með vatnsverndarsvæði upp í Mosfellsdal og innan bæjarmarka Mosfellsbæjar er í farvegi. Og það er fyrst á vettvangi svæðisskipulagsins og fyrir mitt leyti þá er þetta sérfræðivinna. Eins mikið álit og ég ber til fagnefndana okkar, þá held ég að þær séu ekki rétti aðilinn til að marka vatnsvernd í sveitarfélaginu okkar. Þess vegna erum við hér með doktora í vinnu sem eru ráðgjafar okkar í því hvernig vatnsverndarsvæði ætti að líta út frá einhverjum alls konar þáttum sem ég hef ekki hundsvit á. Og ég bara treysti þeim og les þeirra afstöðu niður og á endanum eru breytingarnar okkar og á endanum berum við ábyrgð á því hvernig vatnsverndarsvæðið okkar er markað, bæði í aðalskipulagi og svo í gegnum svæðisskipulagi. Og ég bara ítreka það að svæðisskipulagsnefnd hafði fengið umrædda breytingu til umfjöllunar og gerði ekki athugasemd við að þetta var auglýst. Vatnsverndin er afmörkuð í svæðisskipulagi. Svo kemur aðalskipulagi. Þannig að ég myndi nú vilja beina þeim tilmælum til bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar að falla frá þessari tillögu ef ég skildi þetta rétt. Var þetta bókun? Ok, þá auðvitað getur fólk bókað eins og það vill. En bara ítreka það að þetta mál er í skýrum farvegi. Við erum með ráðgjafar sem hafa verið að vinna í þessu. Við erum með þessi vinna við að breyta svæðisskipulaginu er hafin. Hjá svæðisskipulagsstjóra mun örugglega koma inn til okkar í svæðisskipulagsnefnd einhvern tímann væntanlega í aprílmánuði. Það er bæði eins og ég hef nefnt hér Mosfellsdalurinn sem við höfum kannski meira verið að fókusa á, en það er líka upp með Suðurlandsvegi, Fossvallaklif. Þar munu líka þurfa að gera einhverja breytingar sem hafa komið upp inn á borð hjá svæðisskipulagsnefnd. Þannig að ég held að þetta mál, þetta er mjög stórt mál eins og bæjarfulltrúinn kom inn á og við höfum margoft rætt hér, en ég held þetta sé í góðu og faglegu ferli hjá okkur. Haraldur Björnsson. Kom bara það. Forseti, út af þessu máli Selholt og sem er að teygja sig hér út í umræðum svæðaskipulag og vatnsverndarsvæði. Ég vil byrja á því að taka undir hvert orð sem kom fram hjá Bryndísi Haraldsdóttur. Ég held að sé nú eiginlega ekkert að útskýra þetta á skýrari hátt og er nú málið svolítið flókið. Hvað það snýst. Þannig ég ætla ekki einu svona að reyna að bæta þær útskýringar. En mér langar bara að taka til máls vegna þessara bókunar íbúahreyfingarinnar, þar sem stendur að brýnt sé að stofna verði til sérstakrar umræðu í nefndum og ráðum framtíð vatnsveitar í Mosfellsdal.
Ég bara velti fyrir mér, hvar bæjarfulltrúan? Á hvaða fundum hefur bæjarfulltrúan verið? Það er búið að fjalla hér svæðaskipulag fram og tilbaka, það er búið að fjalla vatnsverndarsmál fram og tilbaka, það er búið að taka afstöðu til vatnsverndarmálsins, það er búið að fjalla þetta í skipulagsnefnd, umhverfisnefnd, bæjarráð, oftar mörgum sinnum, vettvangi SSH í fundargerðum, haldnir sérstakir fundir hér og þar með öllum bæjarfulltrúum allra sveitarfélaga, höfuðborgarsvæðinu, marga og langa, en samt að bæjarfulltrúum ekki upplýstar þetta. En þetta. Það er verið að fjalla þetta, ekki bara hjá Mosfellsbæ, heldur öllu höfuðborgarsvæðinu hérna í kringum okkur. Og á það að fara að stofna til sérstaklega umræðu það og bóka sérstaklega það. Það verður að gera kröfu til okkar hér að við séum betur inn í málum þetta. Theodór, gjör svo vel. Forseti, ég tek undir með bæjarstjóra hvað bæjarfulltrúi Bryndís búin að skýra málið og kannski það sem hefur komið fram hjá bæjarfulltrúi Sigrúnu að hér séu verið að fremja ykkur lögbrot og þaðan að meira þá kannski án mikil að raka, en þá Skipulagsstofnun ekki að taka afstöðu til vatnsverndar eins og þau látið verið vaka hérna. Heldur að benda á einhvern ómöguleika að fyrir Skipulagsstofnun það sé ekki samræmi á milli skipulagstillagna, það er að segja aðalskipulagið og svæðaskipulagsins. Þráttur að við höfum haft 3 ár í aðlögun að því og þeir hafa bara ákveðið það. Þeir eru ekki að hafa neina skoðun á vatnsvernd sem slíkri. Það er á hreinu, bara svo við blöndum því ekki saman. Þess vegna tek ég enn undir með bæjarstjóra Haraldi og það að við verðum að vera svolítið í þessu máli, það er að segja að ræða hlutin eins og þeir eru. Skipulagsstofnun bendir á það að það sé ósamræmi í skipulagi og tekur ekki undir það að við höfum einhver tíma þegar ekki taka neina afstöðu til vatnsverndar. Ég langar bara að koma þessu á framfæri og er gaman að vita hvaða lög við höfum brotið, við höfum farið eftir þeim öllu og burtséð frá öllu að þá er svo sem góða kannski við málið í heild. Góða við málið í heild er það að þetta er á fullri ferð. Það er þessu umsókn, við erum að vinna í þessari vatnsvernd sem skiptir okkur miklu máli. En tengist þessu máli og bréfi Skipulagsstofnunar bara ekki neitt. Nýja vatnsverndar hugleiðingum. Takk. Sigrún, gjör svo vel. Já, ágæti forseti, ég bara verða að biðja Theodór að hlusta á upptökuna af fundinum bara eftir á og þá getur hann heyrt að ég var ekki að tala um það að Skipulagsstofnun hefði verið að taka afstöðu til vatnsverndar í Mosfellsbæ. Ég bara minntist ekki orði á það. Ég var að segja það að skipulagið og þess vegna náttúrulega samþykkti Skipulagsstofnun ekki auglýsinguna. Það samræmist ekki svæðisskipulag og ekki heldur þá ákvörðun sem Mosfellsbær tók hér árið 2015 að stækka vatnsverndarsvæðið á heiðinni eftir 3 ár, 2018. Og það fjallaði þetta mál og en hafði í sjálfum sér ekkert að gera með vatnsverndina, heldur þetta hafði að gera með skipulag. Ég held að ég þurfi ekkert að sýna fram á að ég sé illa að mér þessi máli. Ég er búin að sitja alla þessa fundi, Haraldur, þessi mál, en það verður alltaf verið viðkvæðið, það verður aldrei neitt gegn sem að rýrir vatnsverndina, það verður aldrei tekin ákvörðun það og ég hins vegar hef bent á það að Mosfellsbær lofaði árið 2015 þegar það var samþykkt að stækka vatnsverndarsvæðið árið 2018. Þá lofaði ég,
nú er ég alveg komin út af laginu, þetta trufla mig svo rosalega, svo mikið læti í vélinni. Ertu til ég aðeins að bíða á meðan ég tala? En sem sagt, það var 2015, þá lofaði Mosfellsbær því eða sem sagt, ákvað Mosfellsbær að stækka vatnsverndarsvæðið árið 2018. Því var hins vegar frestað nokkur ár þarna vegna þess að það átti að fremja rannsóknir á vatnsverndarsvæðinu. Og þessar rannsóknir, þeim eftir því sem ég best veit, ekki lokið, en samt ætlar Mosfellsbær að kýla í gegn þessa aðalskipulagsbreytingu sem sjálfkrafa gerir ráð fyrir því að vatnsverndarsvæðið minnki eða stækki ekki. Og það eru þau vinnubrögð sem ég að setja út á. Hér hænan á undan egginu. Við höfum fyrst að ræða við Mosfellinga vatnsvernd í Mosfellsdal og ákveða hvort að eigi að minnka vatnsverndina, auðvitað með hjálp sérfræðinga, og síðan getum við farið að huga að skipulagsbreytingum. Og ég margsagt það og ég sagt það frá upphafi að þetta ekki vönduð stjórnsýsla og þarna verið á lúmskan hátt að breyta þeirri ákvörðun sem tekin var hér 2015 að stækka vatnsverndarsvæði. Það er engin ákvörðun tekin að stækka vatnsverndarsvæði? Jú. Bjarki, gjör svo vel. Það er samþykktur til 30 ára. Eða sem sagt, með 30 ára fresti. Það stendur hérna í úrskurði Skipulagsstofnunar. Já, forseti, ég kem hér upp undir þessu sama máli. Það er nú búið að ræða þetta vel á þessu fundu og útskýra þetta í þaula. En full ástæða til, þetta er mjög flókið og margþætt mál. Það er líka búið að, formaður skipulagsnefndar er líka búið að gera grein fyrir því að málið að núna bara á þessum dögum að taka nýja stefnu sem verður tekið til umfjöllur í skipulagsnefnd. Ég kem nú kannski aðalega upp vegna þess að fulltrúi Amnesty hefur boðað bókun það sem að segir að fulltrúin telji brýnt að stofna verði til sérstakar umræðu í nefndum og ráðum framtíð vatnsverndar í Mosfellsdal. Þannig byrjar bókunin og þetta finnst mér svolítið íhugunarefni eins og hér hefur rækið meðal annars að bæjarstjóra. Þá þetta í ákveðinni vinnslu, ákveðinni ferli og einhverja svona beygjur eða auka hlykkir þegar að máli í ferli eins og við hefum rætt hér í fyrir kvöld í öðru máli. Þær eru mjög óheppilegar. Auðvitað geta menn bókað hvað sem og lagt hvað sem til. En við verðum svolítið að halda okkur við það ferli sem við erum sjálf búin að setja málin í. Því annars eru menn bara að taka einhverja svona auka beygjur sem að gera lítið annað en að tefja tíma. Ég vildi koma þessu sérstaklega en öllum frjálst að bóka. Við erum frjálst fólk í frjálsu landi. Það virðist vera grundvallar munur á skilningi á því hvað var afgreitt hér þegar var að staðfesta svæðisskipulagið. Við samþykktum það eins og ég skil það og ég tel að flestir aðrir við þetta borð höfum samþykkt það, þannig að við gáum okkur 3 ára umþóttunartíma til þess að kveða nánar á hver vatnsverndarmörkin ætti að verða en ekki að við værum að setja niður að þau yrðu þessi. Heldur var það staðfest með fyrirvara að það ætti eftir að ákveða endanlega þessi vatnsverndarmörk og tíminn yrði nýttur til þess að gera frekar rannsóknir og athuganir og það það sem er búið að vera að gera. En ég tel rétt að við gerum fundarhlé núna fljótlega til þess að bregðast við þessari bókun sem að hér komin fram
og ræða það. Viljið eitthvað tjá sig áður en að við gerum fundar? Hvort eitthvað tók ég því Haraldur Gjörsvel og svo Bryndís? Já, sko, þessi trendforseti, bara östuðt, sko, bara ítreka það sem kom fram í þínu máli, að þessi vatnsvernd á þessi svæði, hún grundvallast á þeim upplýsingum sem núna liggja fyrir. Það er að segja, sú tillaga sem kom fram í svæðaskipulagstillögunni eða svæðaskipulaginu vatnsvernd á þessi svæði. Og það náttúrulega það sem við erum í vinnu með, að láta rannsaka það, hvort að það sé grundvöllur fyrir þessari vatnsvernd, þá með þessum hætti. Ef það er niðurstaða, verður niðurstaðan, sem að verður, með strax til að komna upplýsingur að verður ekki, til dæmis varðandi svæði norðan Þingvallavegar, þar sem að sérfræðingar leggja til mjög einfaldar tæknilega breytingar á rennsli og ávamats, þá mun vatnsverndarsvæðið minnka. Og það var nú grundvöllur líka fyrir því að það vildi halda áfram með þetta verkefni hann í Selholti. En þetta virðist bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar annaðhvort ekki geta skilið eða vill ekki skilja. Ég get ekki skorið úr það hvort er. Og þá verður bara svo að vera. Hinn spurningin sem tengist þessu náttúrulega er svo að hér, ef að þessi bókun á að standa svona frá íbúðarhreyfingunni, að bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar telur brýnt að stofna verði til sérstakar umræðu nefndum að ráðum framtíð vatnsverndar í Mosfellsbæ, þá náttúrulega, ef hún á að standa svona í fundargerð, þá náttúrulega svara henni, því verður náttúrulega svara á þann hátt að þessi vinna er þegar í gangi og hefur verið sett í gang að bæjarráði og fleiri aðilum sem að viðkomandi bæjarfulltrúar setju í. Þannig að það sé að benda hér á áðan, að við verðum að ætlast til að því að hvort að við vitum hvað við erum sjálf að gera og við erum í þessari vinnu í miðju kafi. Þannig að ég vil nú bara bjóða bæjarfulltrúanum upp á það að breyta þessari bókun eða draga hann tilbaka. Öðrum kosti þá er ég neyðustu til að óskaði eftir fundarlíði til þess að bregðast við á þennan hátt. Bryndís Gjörsvel. Já, forseti. Út af því nú erum við náttúrulega bara farin að ræða sko almennt vatnsvernd og það er enda bara líka mjög mikilvægt mál eins og við höfum öll lagt áherslu á hér. Að þá ætlum ég líka að leggja áherslu á það að á sama tíma og ég er hér kosin til þess að starfa og hef hér staðfest svæðisskipulag og svo aðalskipulag og mun væntanlega staðfesta breytingu á svæðisskipulag og aðalskipulagi, ber ábyrgð á því að þá er vatnsvernd í mínum huga engin pólitík. Og það að kjörnir fulltrúar munu taka ákvarðanir eða ræða slík mál út frá einhverju öðru heldur en bara beinhörðum niðurstöðum sérfræðinga finnst mér óæskilegt. Og ég ætla bara að fá að grípa hér niður í undir markmið 4.4 í svæðisskipulaginu þar sem sérstaklega er verið að fjalla heilnæmi drykkjarvatns. Þá er kafli 4.4.9 sem á þá við aðildarsveitarfélögin og byggðasamlög, í þessu tilfelli aðildarsveitarfélögin. Sveitarfélög, vatnsveitur og framkvæmdastjórn vatnsverndar vinna áætlun viðhald rennsli líkans með það að markmiði að ákvarða með kerfisbundnum hætti hvar helst skuli bera niður við mælingar og aðra upplýsingaöflun til að treysta frekar stoðir við skipulag vatnsverndar til framtíðar. Og það er sem sagt þetta líkan sem að er í rauninni við að marka það og ákvarða það hvar vatnsverndin ætti að vera. Og það er búið að benda okkur á það, sérfræðingum, að það sé skynsamlegt að aftengja þetta svæði sem við þarna umræðum, norðan Þingvallaveg, við vatnsbóluna. Það er líka búið að ræða þá öðrum vettvangi að það eru bara töluverðar líkur á því að annarkvort gerist að við færum sjálfan vatnstökustaðinn og þess vegna erum við einmitt að bora slíkar holu núna og gera rannsóknir eða hreinlega við hættum vatnstöku þarna. Nú eða þriðji kostunum væri að Þingvallavegunum væri færður. Út af því að við vitum að eins og þetta stendur í dag, það gengur hreinlega ekki upp. Þannig að mér langar nú líka að hvetja bæjarfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar til að draga þessa bókun tilbaka eða alla aðlagan eitthvað því að þetta ferlir í gangi. Þegar það kemur sem sagt lýsing breytingu á þessu svæðisskipulaginu,
þá mun hún væntanlega berast hérna inn á okkar borð eins og mun gerast í öllum hinu sveitarfélögunum og það er tækifæri til að vísa þeirri lýsingu til umræðinu skipulagsnefndar sjálfsögðu, umhverfisnefndi að fólk kýst það eða hvar fólk vill ræða það ágæta verkefni, þá byggt á einhverjum gögnum og grunnum niðurstöðum sérfræðinga. Í kjölfari þurfum við svo að bíða einhverja mælinga og eitthvað og þau gögn koma og við vinnum áfram að einhverju breytingu á svæðisskipulaginu og svo aðalskipulaginu í kjölfari og þá erum við með einhver gögn frá sérfræðingum sem við getum rætt á vettvangi nefndarinnar. En ég sé engan tilgang með því að fara einhverja aðra leið af þessu verkefni heldur en hér hefur verið mörkuð og við höfum tekið ákvarðanir. Sigrún Björnsdóttir. Ágæti forseti, ég ætla að verða við þeirri ósk Bryndísar að breyta bókunni minni svolítið og sem sagt ég ætla að breyta henni þannig að bæta við setningu þar sem segir án þess að fyrir liggi niðurstöður rannsóknar, sem sagt aðalskipulagsbreytingin er lúmsk því hún felur í sér ákvörðun framtíð vatnsverndarsvæðisins án þess að fyrir liggi niðurstöður rannsókna og stofna sér til umræðu málið sérstaklega. Theodór Gjörsvel. Ég vil nú kannski, forseti, enn á ný við erum að ræða þetta mál sem að snýra Selholti og við erum ekki kannski beint í þess að umræðan er ef við skilum rétt skipulagsmál síðan er beiðnum að fara með til alla nefndi, ég veit ekki betur en að umræðan þetta verkefni vatnsverndunum sé bara í réttum ferlum, það er að segja við erum með þetta í réttum nefndum til umræðu, ég sé ekki ástæðu til að setja vatnsvernd í allar nefndir, það er býsna flókið og tækir mikinn tíma. Það hittast mér svo oft og ég veit ekki hvað íþrótta- og tómstundanemnd á að fjalla mikið vatnsvernd í þeim skilningi eða menningarmálanefnd eða hvað það heitir. Þetta er á réttum stöðum þannig að það þarf ekki að vísa því eitt eða neitt. Við erum held ég komin dálítið langt út fyrir efnið, kannski eins og áður og tækifæri endalaust að taka upp erindi í réttum nefndum hvað sem verða vill, í hvaða flokki sem maður er eða hvaða skoðun maður hefur og lýðræði leyfir manni. En þetta er ágætt að þessu heldur. Ég veldur gott að draga tilhugum tilbaka, hún hefur komið hérna fram margoft og þetta, já bókun, já, og bara halda áfram með þetta, þannig að funda okkar. Takk. Fyrir fórsti, Ef ekki bara gera fundarhlé núna, ég legg það til og funda 9, Bryndís Gjörsvel. Já, forseti, ég ætla að fá að lesa hér bókun sem er viðbrögð við bókun fulltrúa íbúahreyfingarinnar og þetta er sameiginlega bókun VD og S-lista. Hún hljóðar svo: Vatnsverndarsvæði og nýting lands er risastórt hagsmunamál fyrir Mosfellsbæ og Mosfellinga alla. Einmitt þess vegna leggjum við til að það ferli sé unnið faglega undir handleiðslu ráðgjafa með sérþekkingu á sviði vatnsverndar og skipulagsmála. Sú vinna er þegar hafin eins og bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar ætti að vera ljóst, enda hefur máli verið rætt ítrekað í bæjarráði og bæjarstjórn. Dylgjur lúmskar breytingar sem þó hafa verið ræddar svo klukkutímum skiptir í bæjarstjórn eru ekki svara verðar. Formaður skipulagsnefndar upplýsti það í ræðu sinni að fyrirtæki Stórsaga hafi nú óskað eftir því að færa sig út fyrir grannsvæði vatnsverndar og vinna við þær breytingar muni hefjast innan tíðar. Eru fleiri sem æskja þess að ræða 5. mál í fundargerð skipulagsnefndar? Ef ekki, þá er umræðan lokið. Þeir sem staðfesta afgreiðslu skipulagsnefndar í þessu máli gjörðu svo gefa merki. Sem er að leggja fram. Já, og það er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá er orðið laust fundargerðina að öðru leyti. Hún er komin. Er einhver sem æskir þess að taka til máls fundargerð skipulagsnefndar að Bryndís Gjörsvel?
Forseti, þrátt fyrir að það sé liðið á kvöldi, þá ætla ég samt að taka til máls ef ég tel þörf á. Ég ætla að taka til máls undir lið nr. 7 í fundargerðinni vegna þess að það mál á sér töluverða sögu hér inn í þessari ágætu bæjarstjórn. Á síðasta bæjarstjórnarfundi var ákveðið að vísa þessu máli aftur inn í skipulagsnefnd og ég vil þá vekja athygli bæjarfulltrúa á því að skipulagsnefnd samþykkti að falla frá tillögum færslu varmár og stopplögn fráveitu meðfram ánni. Í staðinn verði skilgreind kvöð lagnir sunnan eða vestan núverandi hús þar sem nú liggur hitaveitu æði gegnum lóðina og tillagan verði auglýst svo breytt. Uppdrátturinn lá ekki fyrir fundinum þegar skipulagsnefnd samþykkti þetta en það var mjög skýrt hvaða breytingar verið var að ræða. En hann á að liggja núna fyrir hér, og það reyndar opnast ekki svona út af því að það er langt síðan ég var að opna þetta, en að þegar staðfesting bæjarstjórnar liggur fyrir á þessari afgreiðslu nefndarinnar þá verður hægt að birta loksins þessa aðalskipulagsbreytingu, þannig að hún fari í loftið og íbúar þá geta haft skoðanir á henni og sendt okkur athugasemdir ef þeir kunna hafa við þetta athugasemdir. Ég langaði líka að vekja máls á máli nr. 8. Já, ekki aðtuga fyrst hvort að það séu fleiri sem vilja ræða 7. mál. Sigrún Gjórsvel. Er þetta ekki 7. mál? 7. Já, þetta er 7. Já, ágæti forseti, íbúahreyfingin fagnar sérstaklega þessu málalyktu að búið sé að færa fráveitulögnina frá varmáni sem er á náttúruminjaskrá, ef ég skil þetta rétt. Er ekki svo? En ég skil nú ekki alveg þessa teikningu, en er það þessi punktalína, er það fráveitulögnin? Kvöð lagnir þar. Það er kvöð lagnir þar. Haldum fundaforminu. En má ég spyrja eru þetta örugglega fráveitulagninnar, þessar lagnir, af því að það er ekki sagt? Það er búið að færa stofnlög fráveitum. Nei, mér langar bara að spyrja því, er þetta þannig að þetta er frá stofnlög fráveituna sem búið er að færa frá hanni? Það bara, þegar þú vil ekki málið þá getur einhver annar fengið orðið. Bryndís Gjórsvel. Haldur fundaforminu. Eða að taka fundarlega og við komum getur fengið upplýsingar. Við fórum ágætlega yfir þetta bæði á síðasta bæjarstjórnarfundi, þá í rauninni vorum við upplýstu það hver tillagan gæti orðið. Það er hitaveitulögn þarna í gegnum landið og tillagan er þá núna að fráveitulögnin myndi fara þarna líka. Svo framkvæmd er ekki að dagskrá alveg strax. Allt bendir allavega til þess í dag að það sé skynsamlegasta leiðin. Ef að lögnin þarf að fara einhvers annar stað, þá þarf að gera aðra breytingu. En ég vil bara ítreka það að með því að leggja fráveitulögn þarna, að þá erum við að bregðast við mjög mikilvægu máli sem er að hreinsa varmón enn frekar, en íbúar sem búa þarna fyrir ofan í Reykjahvolfnum eru með sitt fráveitukerfi allt í gegnum rótþrær og þær eru orðnar mismunandi gamlar og sumar hverjar ekki nægjanlega góðar, þannig að það eru auðvitað mjög brýnt að fá þarna fráveitulögn í gegn. En það tengist auðvitað ekki beint skipulaginu sem er stækkun fuglabúsins, en svona eru skipulagsmál oft flókin, að það eru ýmsir hagsmunir og mál sem að koma undir og þarna myndi þá að öllum líkindum þessi fráveitulögn leggjast þarna. Fleiri sem óska eftir að tala 7. mál? Ef ekki, þá er umræðan lokið það, en Bryndís, þú vildi nefna fleiri mál í þessari fundagerð? Já. Gerðu svo vel. En ég ætla að falla frá því. Þú ætlar að falla frá því? Vegna
Það er þrýstingur. Fleiri sem vilja ræða fundargerð skipulagsnefndar? Ef ekki, þá er þau mál sem út að standa, það eru sem sagt öll mál nema 1., 2. og 5. mál borin upp til samþykktar, afgreiðslu skipulagsnefndar og þessum málum borin upp til samþykktar, eins og einstök erindi bera með sér þeir sem að samþykkja gjörðsókjarmerki. Takk fyrir. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum 9 talsins. Þá tökum við fyrir fundargerð 57. fundar þróunar og ferðamálanefndar sem haldin var þriðjudaginn 1. mars. Orðið laust þá fundargerð. Ég vek athygli á því að í fyrsta máli er verið að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja endurskoða stefnu í þróunar og ferðamálum. Steinunn Gjörsvöld. Forseti og kæru vinir. Mér langaði mitt bara aðeins að spyrja fyrsta málið. Það eru fylgiskjöl þar með og það eru stefnan og líka aðgerðar áætlun sem í því fylgiskjali sem ég sé er hálftómt. Þannig ég hefði haldið að til að geta samþykkja það þyrfti að vera búið að setja upp einhvers konar tíma. Hvort að það sé vitlaust skjal sem inni hjá mér veit ég ekki, en ég hefði haldið að til þess að geta samþykkja það þyrfti að vera búið að ljúka því. Minn skilningur er að það er verið að vísa stefnunni til samþykktar en framkvæmda áætlun. En það stendur ótryggt að aðgerða áætlun. Býtu já, alveg rétt fyrir göðu. Og svo Erum við að gera smá fundarhlé og við konnum þetta aðeins? Já, við gerum fundarhlé. Hefjum funda 9. Það er komið skýring á þessu máli og ég mun leggja til hér á eftir að við samþykkjum stefnu í þróunar og ferðamálum en að framkvæmdaáætlunin komi síðar til staðfestingar bæjarstjórnar. Þannig að það sé ljóst hvað við erum að tala og samþykkja hér á eftir. Bryndís Gjörsvöld. Já, forseti, mér langar að hrósa þróunar og ferðamálanefnd fyrir þessa góðu vinnu. Mér finnst þetta mjög svona skýr stefna og ljóst hvað við erum að vinna með og ágætt að hafa markmiðin ekki fleiri en þetta afmarka sig þarna við heilsubæinn og ferðaþjónustuna. Mér langaði bara þó að nefna varðandi ferðaþjónustuleiðin. Þegar mér finnst í rauninni að það hefði kannski mátt koma fram í stefnunni sjálfri og ég nefndi það nú við formann nefndarinnar en það liggur svo sem alveg ljóst fyrir að við erum að vinna að ferðaþjónustu þættinum í gegnum höfuðborgarstofu og við höfum þegar samþykkt hér að vera þáttakendur í verkefninu Reykjavík Gloves og mér finnst bara mikilvægt að við nýtum okkur þá sérfræði þekkingu sem er á því inn á höfuðborgarstofu og þá kannski það að við sveitarfélögin séum að vinna sameiginlega á höfuðborgarsvæðinu að þessu því að það er búið að reyna það í nokkra áratugi að hvert og eitt sveitarfélag sé að markasetja sig rosalega sérstaklega en ferðamannum er alveg sama hvenær hann keyrir inn í Mosfellsbæ og Kópavog og Garðabæ. Þannig að ég vildi bara leggja áherslu á það en mér finnst stefnan öðru leyti mjög góð og ég held að við getum bara unnið hana ennþá betur með því að tengja okkur vel við það sem er að gerast inn á höfuðborgarstofu. Þetta er bara greinlega ekki nógu góði ferðamenn sem við erum að fá, en það er nákvæmlega sama hvað þeir eru. Ég held að það komi mjög oft á óvart þegar þeir lenda hef ég heyrt. Fleiri sem vilja tjá sig fundargerð þróunar og ferðamálanefndar. Ólafur Ingi Gjörsvöld. Ég langar svona aðeins að taka undir það sem Bæjarhildur Bryndís sagði, þakki til nefndarinnar. Ég held að mínu viti þá er þetta mjög skýrt. Ég er miklu ánægðari þó ég hef nú tekið þátt í að vinna að fyrri stefnu þessarar nefndar sem var í ansi mörgum liðum og kannski fullflókin og það finnst mér mikil kostur að þarna eru tekin kannski ekki eins yfirgripsmikil markmið og heldur reynt að einbeita sér að fáum þáttum með skýrum.
nú kannski þegar kannski tekið þetta, þarna náttúrulega aðalega þarna tekið á heilsueflingu já, og ferðamennsku. Það er svona kannski spurning hvað mikið heilsuefling er undir þróun og ferðamálunum og náttúrulega vantar inn í þetta kannski þróunarmálin, nýsköpunina. En þetta nú til 2 ára, þannig að ég gerir vonur það að þá í næstu samþykktir þróun og ferðamálin þá verði nýsköpunin tekin fyrir. En ég vil bara ítreka þakkir til nefndarinnar fyrir, held ég, bara metnaðarfullt starf í þessu. Takk fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig? Ef ekki þá ber ég upp fundargerðina og ég endurtek varðandi fyrsta lið að þar eru við að samþykkja stefnuna og jafnframt að bóka að framkvæmdaáætlunin komi síðar til staðfestingar hér. Þannig að það er innifalið í því þegar ég ber upp fundargerðina. Þeir sem að samþykkja kjósa svo að gefa merki. Takk fyrir og á móti. Þetta er samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum fyrir ekki. Þá tökum við næst fyrir fundargerð til kynningar og það er fyrst afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Það er 283. fundargerð fundargerð 283. fundar sem haldið var 3. mars. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðum lokið og fundargerðin lögð fram. Þá tökum við fyrir fundargerð 238. fundar stjórnar Strætó sem haldin var 27. febrúar. Orðið er laust þá fundargerð. Bryndís, gjör svo vel. Alveg viss. Forseti, þetta var stór og mikill fundur og nú get ég farið ítarlega yfir hvern og einn lið þess fundar. En fyrsti liðurinn var ársreikningur og þarna liggja 3 löng og ítarleg skjöl fyrir ársreikningin. Þetta er bráðfyndin ársreikningur, greinilega. Ég ætla ekki að fara neitt mjög ítarlega yfir það. Ég held að þetta sé allt saman mjög skýrt, þetta ársreikningur sjálfur, það er skýrsla endurskoðandans er þarna líka með og svo er líka ágætisglærur frá fjármálastjórunum sem fara yfir það. Og það sem við höfum kannski, erum að leggja mikla áherslu á þetta, miða þetta við áætlunin okkar og hvernig við stöndum samkvæmt því. Afkoma ársins er 23 milljónir og það er 43 milljónir krónur minna en við höfum gert ráð fyrir. Það skýrist fyrst og fremst af hærri launakostnaði, starfsmatið og hækkun og kjarasamningum eins og við höfum margoft farið yfir hér og aukinni aðgiftir þjónustu. Það er farið yfir fjárfestingar sem við höfum farið í bæði vögnum og appi og öðru og niðurstaðan held ég að sé bara mjög vel ásættanleg. Tekjur halda áfram að hækka og fara meira sér fram úr því sem við höfum áætlað. En okkur miðar ekkert rosalega hratt áfram í því markmið okkar að ná sem sagt því að fargjaldatekjur séu 40%, standi undir 40% af rekstrakostnaði. Við erum núna raunin eftir 2015 með 30,7%. Vorum í 31,1% fyrir 2014. Svo sem ekki mikill munur en sumir hafa bent á það að þetta kunna vera óraunhæf markmið. Ég veit ekki, við stefnum engu á síður og allar okkar áætlun auðvitað gera ráð fyrir að ná þessu en það er væntanlega óraunhæft annað en að gefa sér góðan tíma í að ná því markmiði. En svona til að minna það er eitt af svona aðalmarkmiðum í eigendasamkomulaginu. Annars ætla ég nú ekki að hafa neitt fleiri orðum þetta og ég treysti allir séu búin að lesa þetta vel og ítarlega yfir og munu spurja mig ef einhverja spurningar eru. En þetta er svona stóra máli sem var á þessum ágæta fundi. Fleiri sem æskja tjá sig fundargerð Strætó. Ef ekki þá er umræðan lokið og fundargerðin lögð fram. Því næst tökum við fyrir fundargerð samstarfsnefndar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins sem haldin var 1. mars og var 350. fundur. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið og fundargerðin lögð fram. Þá tökum við fyrir fundargerð 837. fundar stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga
sem haldin var 27. febrúar. Það er að vanda löng og mikil fundargerð, einhver sem óskar eftir að tjá sig um hana. Einungis 51 dagskrárliður. Ef engin kveður sér hljóðs, þá er umræðum lokið og fundargerðin lögð fram. Þá er komið að fundargerð 835. fundar stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga sem haldin var 29. janúar. Orðið er laust þá fundargerð. Ef engin kveður sér hljóðs, þá er umræðum lokið og fundargerðin lögð fram. Næst er komið að fundargerð 359. fundar stjórnar Sorpu sem haldin var 4. mars og ég veit ekki hvort ég á að vera að lesa upp úr ársreikningi fyrir ykkur, en þar er hann tekinn fyrir og jafnframt erindi móttöku úrgangs frá Vestmannaeyjum sem var samþykkt að gera í skamman tíma, en þarf þá að fara í frekari umfjöllun ef að vera framhald á og vekja athygli á því. En þannig að það er eitthvað mál sem ég held að ef að það á að vera til framtíðar þá þurfa menn að ræða það hvernig það fyrirkomulega að vera. En einhver sem vilja tjá sig þessa fundargerð, kannski örstutt að segja frá því að bara í tengslu við ársreikningi það er þarna rekstrarafgangur og hann er meira en ella í ljósi þess að framkvæmdir hafa tafist vegna kærumála í tengslu við það að hefja vinnu við gas- og jarðgerðarstöð. Mér skilst að það eigi fljótlega að liggja fyrir einhverjar niðurstöður í viðræðum við bjóðendur og vonandi verða einhverjar fréttir af því núna síðar í vor. Nú, ef fleiri æskja ekki að taka til máls, þá er fundargerðin lögð fram og við tökum fyrir fundargerð 427. fundar stjórnar SSH sem haldin var 7. mars. Orðið er laust þá fundargerð. Ef engin kveður sér hljóðs, ekki eins og að ræðum byggðastefnun á höfuðborgarsvæðinu. Þá er umræðum lokið og fundargerðin lögð fram og síðasta fundargerðin er fundargerð 65. fundar svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins sem haldin var 19. febrúar. Orðið er laust þá fundargerð. Bryndís, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar að vekja athygli á þessari fundargerð. Það eru sérstaklega 2 mál. Í fyrsta lið fundargerðarinnar þá vorum við að tala um framtíð almenningssamganga á höfuðborgarsvæðinu og þarna fundaði saman stjórn Strætó og svæðisskipulagsnefnd. Og þetta hafði komið fram þarna óskeins fulltrúar með svæðisskipulagsnefnd áður og okkur finnst full ástæða til þess að þessar 2 ágætu stjórnir og nefndir samræmi sig, því að inn í svæðisskipulaginu þá eru þetta þessi borgarlína stærsta máli og við Strætó höfum góðar leiðir til þess að byrja að prófa þessa borgarlínu í gegnum stofnleiðakerfið okkar. Og undir þessum lið er þarna í fundargerðin okkar skýrsla borgarlínu, fjármögnun, áfangaskýrsla. Þetta var hluti af sóknaráætlun, hefur örugglega komið hérna fram áður í fundargerðum undir stjórn SSH. En ég vil bara benda á þetta er mjög áhugavert plagg og í ljósi umræðuna sem á sér stað núna svona innviðafjárfestingar, public-private partnership, að þá er þetta eitthvað verkefni sem við þurfum að ráðast í mjög fljótlega og verður mikilvægt að taka upp þetta samtal við ríkisvaldi það hvernig ráðast eigi í þessa framkvæmdir. En hitt sem ég langaði að nefna er liður 4, önnur mál og þarna var verið að tala sérstaklega þessar breytingar á aðalskipulagi og svæðisskipulagi og var svolítið umræðu það hvað þetta væri flókið og þungt í vöfum. Þannig að bara í ljósi þess sem vorum að ræða hér áðan og þið hafi áður séð inn í
inn í umfjöllun hjá svæðisskipulagsnefnd, þetta varðandi vatnsverndarsvæðin, að þar höfum við verið að velta fyrir hvort það væri aftur ástæða til líka að koma upp með svona minniháttar breytingar á svæðisskipulagi. Tengslu við þetta sem við vorum að ræða hérna áðan um vatnsvernd, það tekur allavega 1,5 ár, segir svæðisskipulagsstjóri, að gera breytingar á svæðisskipulagi. Þannig að þetta er rosalega þungt og mikið ferli. Þannig að ég vildi bara vekja athygli á því og það er svona verið að velta fyrir sig hvort það sé hægt að fara með einhverjar, gera tillögur að einhverju minniháttar breytingum á lögunum. Fleira var ekki. Takk fyrir. Fleiri sem æskja þess að taka til máls? Ef ekki, þá er umræðum lokið. Þessi fundagerð lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessu fundi. Ég þakka fundasettuna og segi fundi slitið.